Ég býð ykkur velkomin á þennan fundi í bæjarstjórn Mosfellsbæjar sem haldinn 7. febrúar 2019. Hann númer 732 og ég segi fund settan. Það var ósk eftir því að taka hér nýtt mál á dagskrá og ég ber það hér upp til atkvæða. Það liðurinn kosning í nefndir og ráð. Þeir sem samþykkja að taka það á dagskrána eru beinir rétt upp hönd. Það samþykkt með 9 atkvæðum. Og ég hef ákveðið bara að taka það bara strax fyrir kosningi nefndir og ráð sem snýst menningar- og nýsköpunarnefnd, en Haraldur Sverrisson mun gera grein fyrir þessum breytingum. Þessu verður. Já, forseti, við þurfum að gera breytingar á nefndarskipan í menningar- og nýsköpunarnefnd. Formaður nefndarinnar Davíð Ólafsson, hann stríðir við veikindi, þarf að fara í aðgerð. Tölvöld stór aðgerð og óskar eftir því að víkja úr nefndinni meðan hann að því og meðan hann þarf að ná sér af aðgerðinni. Við leggjum til að það verði bara gert með þeim hætti að það verði kosið á nýju á nefndina, vegna þess að það ekki alveg ljóst hvenær hann verður fær það að koma aftur, en vonandi sem fyrst. Þannig að það lagt til að í stað Davíðs Ólafssonar komi inn í nefndina Ingibjörg Bergrós Jóhannesdóttir sem aðalmaður og þá sem nýr varamaður í staðinn Ingibjörg Bergrósu verði Arna Hagalinsdóttir. Jafnframt leggjum við til að nýr formaður verði Björk Ingadóttir frá VG og nýr varaformaður sem aðalmaður nefndin í dag verði Sólveig Franklinsdóttir. Síðan þegar að Davíð hefur náð sér af sínum veikindum að þá munum við gera þessar breytingar aftur tilbaka, þannig að það komi bæjarfulltrúum ekki á óvart. Já, einhvern athugasemdir þetta hér? Ég sé nú ekki ástæðu til að bera þetta upp til atkvæða og líta á að það sé bara samþykkt, þetta sem að bæjarstjóri greindi frá í sambandi við þessa nefnd sem heitir núna menningar- og nýsköpunarnefnd. En það eru 17 mál á dagskránni í dag og þetta var fyrsta málið. En þetta skiptist þannig að við tökum fyrir 3 fundargerðir frá bæjarráði á þessu sinni. Síðan eru 7 fundargerðir frá nefndum og þar með ungmennaráði, ýmsum nefndum bæjarins að venju og svo á lokum það fundargerðir til kynningar úr ýmsum áttum eins og við þekkjum og það eru 6 talsins. Við byrjum þá að fundargerð bæjarráðsins fyrstu sem við tökum fyrir í dag. Það var fundur haldinn hér 17. janúar síðastliðinn, sá fundur í bæjarráði Mosfellsbæjar. Sá fundur var haldinn númer 1382 og það voru 5 mál á dagskrá og ekki orðið laust þessa fundargerð. Sveinn Óskar hefur búinn orðið, gjörðu svo vel. Forseti, ég ætla að ræða 3. lið, 1.3, sem númerið 219-01-131 og varðar breytingu á nýtingu á Sunnukrika 3 hér í Mosfellsbæ. Samkvæmt skipulagi virðist vera að þarna hafi verið heimilt að stækka húsið eða hafa fleiri hæðir en kannski upphaflega var verið að áætla. Og spurning mín varðandi þetta atriði í raun og veru það hvernig bærinn tryggir, það var samið þetta sjálfsagt og fá svona innsýn inn í það, hvernig bærinn tryggir verðaukningu til bæjarins eða í raun og veru verðtryggingu frá því að samið var og til dagsins í dag á þessari stækkun. Hvernig það kemur bæði út frá gatnagerðargjöldunum, því að þarna áætlað að hafa atvinnurými á fyrstu 2 hæðum að minnsta kosti hluta hússins og íbúðarhúsnæði og hins vegar sem varðar almenna hækkun
ekki bara út af gjaldskrá, heldur út af verðlagsþróun. En það kemur þarna reyndar fram í gögnum málsins að það er markmiðið að bæta þetta einhvern veginn upp að hluta, en ég sé ekki alveg í því hvort að það sé eitthvað verðtrygging eða í raun og veru frá því að samið var í upphafi, því að mér skilst að þetta hafa nú gerst þegar hann lítil eftirspurn eftir lóðum og bærinn vildi koma þessari lóð út. Þetta er nú fyrsti punkturinn, það er verðmálið varðandi Sunnukrika 3 og svo varðandi hinar lóðirnar þarna í sömu línu við Reykjavík og svo Vesturlandsveg þarna við Hornið. En til að fá svona lítið innsýn inn í þetta. Já, Haraldur er beðinn orðið þetta mál, gjörðu svo vel. Já, forseti. Varðandi þetta mál óskum breytingar á nýtingu á Sunnukrika 3, þá er fyrst það að segja að misskilningur er bakafulltrúa að það sé hér einhverja stækkun að ræða. Samkvæmt skipulagi, og það hefur alltaf verið svoleiðis síðan að skipulagi var afgreitt, þegar það hefur ekkert breyst síðan. Þannig er gert ráð fyrir 5.000 fermetra byggingu og þar af mega 1.000 fermetrar, eða 1/50 eða 20% af byggingunni vera samtals 6 hæðir. Það er að segja þessar 2 grunnhæðir pluss 6 hæðir, það er viðbúið. Það á við Sunnukrika 3, 5 og 7, alveg að sama hátt. Það byrjum 5.000 fermetra byggingar allir þessum lóðum. Og því skipulagi hefur ekki verið breytt frá því þegar það var gert. Og það var gert samtímis, það er að segja eitt og sama skipulagi fyrir þess að atvinnulóðir í Sunnukrika og svo íbúðarlóðirna í Tvílagarði sem búið að byggja. Þannig að það er bara að leiðrétta það að það er engar breytingar eða hafa verið gerðar á skipulaginu og það er ekki bara óskað eftir neinum stærðarbreytingum hvað það verður. Hins vegar er það þannig að þessar lóðir eru, og það er alveg rétt, eru skipulagðar sem atvinnulóðir og var úthlutað sem atvinnulóðir og hér er sem sagt komin ósk það að breyta hluti af þessu tiltekna húsi, þar að segja þessari hábyggingu sem er þessi 20% af byggingunni, 1.000 fermetrar það bil í íbúðir. Því var vísað í 2 áttir, annars vegar til skipulagsnefndar svona til umsögnar út frá skipulagslega þættinum, hvaða áhrif það hefði á skipulagið sem slíkt og áhrif þess. Og þar er málið statt hvað það varðar. Síðan var þessu vísað til bæjarstjóra og bæjarlögmanns með tilliti til þeirra atriða sem að bæjarfulltrúi Sveinn Óskar nefndi hér áðan, varðandi verðlagningu og annað slíkt og svona fordæmi og slíka hluti. Það á eftir að koma tilbaka frá bæjarstjóra og bæjarlögmanni til bæjarráðs. Vonandi verður það nú ekki langur tími þar til það gerist. En þessum lóðum var úthlutað á sínum tíma, þessum 3 atvinnulóðum, samkvæmt ákvörðun bæjarráðs með 35% afslætti af gatnagerðargjöldum, tekin sérstaka ákvörðun það og á grundvelli þess að það ætti að vera atvinnuhúsnæði. Í mínum huga er það náttúrulega algjörlega sjálfgefið ef það á að breyta nýtingu hússins, hluta til íbúðir, þá þarf að endur ákvarða gjaldtöku fyrir þessar lóðir. En þetta sé rétt að áður en slík ákvörðun kemur þá fáist svona skoður skipulagsnefndar á því hvort að það sé skipulagslega skynsamlegt. Og þá þarf að minnstakosti í mínum huga að greiða mismuninn á fullum gatnagerðargjöldum og þeim gatnagerðargjöldum sem voru greidd fyrir hús á sínum tíma. Og þá miðað við þá gjaldskrá sem er í gildi núna og miðað við það verðlag sem er í gildi núna, eitthvað staðar milli 34 og 5.000 krónur á fermetrin, mismuninn á sem sagt því gjaldi sem var greitt á og þessu gjaldi, sem og að taka ákvörðun einhvers konar byggingarétt og það er rétt sem hérna kemur fram í þessu bréfi að það er fordæmi það að það hefur verið greitt 1,2 milljónir á íbúð hvað það varðar. Það er að segja bæði í Bjarkarholti og Þverholti. Þannig að þetta eru kríteríur sem þarf að hafa í huga, en fyrst þarf að leggja mat á þá skipulagslega hvort að þetta sé skynsamleg breyting hvað varðar skipulagið sem slíkt og átt í loknu að taka afstöðu til hins og það kemur þá til bæjarráðs til ákvörðunar.
Sveinn Óskar, hefur náttúrulega, gjörðu svo vel. Forseti, fínt að fá þessa innsýn inn í þetta. Einhverjar breytingar eru á þessari fasteign eða væntanlegri fasteign eða lóðinni sem nú reyndar fasteign. En það sem skiptir kannski máli þarna sem að mér fannst ekki vera nægilega svarað, að það að svo virðist vera að á sínu tíma hafi verið frekar samið einhvers konar kauprétt á þessari lóð eða einhvers konar samning á þann hátt að aðilar geta setið á þessum valrétti mjög lengi og fengið ýmsar skipulagsbreytingar í gegn á tímabilinu til þess að auka verðgildi lóðarinnar. Þetta hefur tíðkast hérna í bænum talsvert að svona eftir á breytingar handa byggingaraðilum sem hækka virðið á markaði. Og ég kannski að spyrja að slíkir valréttir, við þekkjum þetta meðal annars í Þverholtuna þar sem eru að færa til kvaðir sem hækka verðgildi frá því sem með kvöð. Þannig að ég er bara að velta fyrir mig hvort að það sé verið að gæta hagsmuna skattgreiðenda í Mosfellsbæ með slíkum langtíma valréttum án þess að það sé gætt markaðsvirði en ekki aðeins gjalda sem eru ekki að hækka kannski í sama hlutfalli á markaðsvirði. Já, Haraldur Sverrisson, gjörðu svo vel. Forseti, þetta nú aftur síðan einhver misskilningur fyrir ferðinni. Það ekki verið að úthluta neinni lóð með valrétti. Þessum lóðum var bara úthlutað, eða sérstaklega þessara lóð, hann var úthlutað eins og hver önnur lóðaúthlutun. Á henni var gildandi skipulag, kvöðun hvað ætti að nýta ný sem atvinnuhúsnæði eða sem verslun og þjónusta. Það það sem í gildi og henni var úthlutað bara á þeim grundvelli. Það hefði verið auglýst fyrir mörg ár án þess að nokkur hefði sýnt þessum lóðum nokkurn áhuga. Þar til að þessir aðilar sem nú hafa fengið lóðin úthlutað hafa hana. Þeir eru núna að óska eftir breytingum á nýtingu á húsinu og það í ferli. Það í ferli að skoða það. Annars vegar skipulagslega, hins vegar út frá hagsmunum bæjarins hvað varðar greiðslur og annað slíkt. Og það kemur síðan til ákvörðunar bæjarráðs þegar að það kemur frá þar til bærum aðilum, annars vegar skipulagsnefnd og hins vegar bæjarstjóra og bæjarlögmanni til umfjöllunar í bæjarráði. Þannig að það bara verið að taka á móti þessari ósk og fara yfir hana og greina hana hvort að hún er skynsamlega ekki fyrir bæinn og ég gerir ráð fyrir að bæjarráð taki síðan skynsamlega ákvörðun þegar fyrir liggur einhverjar leiðbeiningar eða umsagnir það atriði. Fleiri hafa nú ekki hvað til bjóðs þetta mál. Þetta var númer 3 á fundargerð bæjarráðs, númer 1382, en ég lít svo á umræðum þennan lýsi lokið en fyrir að bæjarfulltrúar ræða einhver önnur mál þarna. Anna Sigríður, gjörðu svo vel. Forseti, ég kem hérna upp undir mál númer 5, fornleifar á lóðinni Leirvogstungu 25. Mér langar bara til þess aðeins að fá svona reifun á þessu máli, hvernig þetta snýr við bænum í skilst á þeim gögnum sem að fylgja að þarna sem sagt þessi máli snýst að það þarf að fara frá fornleifauppgröftur á lóð sem aðili keypti og það mjög kostnaðarsamt og mér skilst af þeim gögnum sem hér liggja fyrir að þetta sé í raun og veru ekki bæjarins hvað ég segi, það sé ekki bæjarins að standa að þessum fornleifauppgreftri en ef ég mætti bara biðja aðeins útlýsun á þessu máli, mér finnst þetta þannig vaxið að það þurfi aðeins að skýra fyrir mér allavega. Já, Haraldur, gjörðu svo vel. Já, forseti, þetta nú reyndar alltið undarlegasta mál. Eins og það blasir við mér. Það var reyndar sent til umsagnar bæjarlögmanns. Sérstaklega svo umsögn hefur ekki borist bæjarráði. Ég veit að bæjarlögmann er að loka metrónum eða að koma því inn í bæjarráð. Ekki rétt hjá mér. Farið að svara í erindinu. Já, fara að svara í erindinu, já, fyrirgefðu, það var þannig. Sem lögmaður bæjarins. Og
þetta er einhvern veginn þannig vaxið að á sínum tíma var gerður samningur milli Mosfellsbæjar og Leirvogstungu og með uppbyggingu í Leirvogstungu. Það var gerður þar að kröfu þáverandi fornleifaverndar, núverandi minjastofnunar, fornleifarannsókn sem var kostuð af Leirvogstungu ehf. Og því lokið, en það voru að mér skilst athugasemdir frá fornleifavernd það að á þessari tilteknu lóð mætti ekki gefa út byggingarleyfi eða byggja á henni fyrir en að það væri búið að gera frekari rannsóknir á þeirri tilteknu lóð. Þær upplýsingar bárust aldrei Mosfellsbæ. Mosfellsbær fékk þær upplýsingar aldrei og hafði ekki hugmynd það að slíkt væri að ræða. Síðan yfirtekur Fjármálastofnun Leirvogstungu ehf. Það verkefni. Það gerður samningur milli þeirra fjármálastofnunar og Mosfellsbæjar áframhaldandi uppbyggingu í Leirvogstungu. Fjármálastofnunin stofnar félag sem heitir LT Lóðir sem að yfirtekur fyrir hönd fjármálastofnunar bankans verkefnið. LT Lóðir selja þessa lóð síðan á markaði til einstaklings út í bæ sem grandalaus eins og virðist vera þessa tilteknu athugasemdir fornleifastofnunar eða núverandi minjastofnunar. Og þar stendur málið, þannig að mati okkar hér er Mosfellsbær líka grandalaus, hefur ekki þessar upplýsingar og þess vegna er gefið út byggingarleyfi á þessari tilteknu lóð. En ég held að sé nú bara rétt að þegar að lögmaður svarar erindinu, hann sendir líka bara afrit á ykkur bæjarfulltrúa. Þannig að þetta er nú líka mál sem hefur ykkur lítið verið í fjölmiðlum, þannig að þessi upplýst það, hvernig Mosfellsbær lítur á þetta mál. En í mínum huga svona fljótt á litið snýr það að því að það er sá sem selur lóðina, sem ber þá ábyrgð á því með einhverjum hætti að upplýsa þann sem að kaupir hana, ef að það hefur ekki verið þinglýst kvöð á lóðinni, að þarna sé eitthvað slíkt að ræða, að þarna þurfi einhverja frekari rannsókna við. Ég held nú reyndar að eins og ég skil þetta líka að fornleifastofnun, núverandi minjastofnun, hafi nú líka eitthvað klikkað á sinni upplýsingagjöf, bæði til bæjarins og kannski fleiri að varðar þetta tiltekna atriði. En þetta er svona hálf skrítið mál að mér finnst. Já, Sveinn Óskar, þetta sama málið ekki? Gjör svo vel. Forseti, það er sama mál, 1.5, 218.11.232, fornleifar Leirvogstungu 25. Ég setti mig örlítið inn í þetta mál en mér skilst að bærinn getur ekki hafa verið grandalaus því að þetta er í skipulagsgögnum bæjarins, skildist mér á aðra sem ég hafði samband við og tengist málinu. Þannig að ég ætla bara að spyrja hvort að því ég hef ekki aflað þeirra upplýsingar nánar, að mér skilst að gögn fornleifar á þessu svæði hafi verið í skipulagsgögnum bæjarins. Þannig að ég ætla bara að spyrja bæjarstjóra hvað er það sem bærinn var grandlaus Haraldur, gjör svo vel. Það væri nú sjálfsagt, forseti, viturlegra ef að lögmaður bæjarins myndi tjá sig þetta. Hann er reyndar ekki bæjarstjórn, má ekki tala á þessu fundi, það sé sérstaklega friðan það. Það sem bærinn er grandlaus er það að á þessari tilteknu lóð hafi verið gerðar athugasemdir frá fornleifastofnun, núverandi minjastofnun, að á henni mætti ekki byggja nema tilteknum rannsóknum yrði afstæði. Það var bærinn grandlaus og hafði aldrei neinar upplýsingar Það voru gerðar fornleifarannsóknir þarna á sínum tíma í samstarfi Fornleifastofnunar og Leirvogstungu og eigenda þess. Og eftir stóð einhvers konar samkomulag
eða athugasemdir frá fornleifastofnunum það að þessi tiltekna lóð þyrfti frekari rannsóknar við. Þær upplýsingar liggja ekki fyrir hér hjá bænum og bærinn fékk þær upplýsingar aldrei. Það er það sem bærinn er grandlaus við. Sveinn Óskari, bæðum orðið aftur, gjör svo vel. Forseti, já, það er greinilega einhver misskilningur milli embættismanna um þetta mál og það er nú kannski rétt að árétta að þessi einstaklingur sem ræðir, sem sækir byggingarleyfi og byggingaráform er lögð fram og samþykkt 16. janúar 2018 og byggingarleyfi veitt 19. október 2018 að ef að gögn þetta mál rannsóknir á þessari lóð hafi legið fyrir í skipulagsgögnum bæjarins þá getur ekki bærinn borið það fyrir sig að hafa verið grandlaus að þarna gæti leynst fornminjar. Ég sé það ekki. Varabröður, bæðum orðið, gjör svo vel. Ég hef engar upplýsingar það og þvert á móti það að legið einhverjum upplýsingar fyrir í skipulagsgögnum bæjarins það að þetta væri með þessu máli, þessum hætti. En ég óska eftir fundarliðs og bæjarlögmaður, lögmaður bæjarins geti útskýrt þetta fyrir bæjarfund. Já, það er óskað til fundarhlé og við gerum fundarhlé. Já, við hefum það fund á 9 og við erum ennþá að ræða fundargerð hjá bæjarráði frá 17. janúar og ennþá með máli nr. 5 á dagskrá sem heitir Fornleifar á lóðinni Rörvórstungu 25. Einhver sem vil ræða það frekar. Svo virðist ekki vera, þá er umræðum það mál lokið en orðið ennþá laust fundargerðin að öðru leyti. Við erum að ræða 2 mál, 3 og 5. Nú það kveður sig engin frekar hljóðs í þessa fundargerð og þá göngum við til atkvæða. Það er bæjarráð nr. 1382. Þeir sem samþykkja fundargerðina eins og einstök mál bera með sér upp rétt upp hönd. Hún er samþykkt með 9 atkvæðum. Og þá förum við strax í næstu fundargerð frá bæjarráði. Viku síðar, 24. janúar, var haldinn fundur í bæjarráði Mosfellsbæjar númer 1383 og þar voru líka 5 mál á dagskrá. Ekki orðið veist, annars Sigríður. Gjör svo vel. Forseti, ég kem hérna upp undir máli númer 1. Ég gerum grein fyrir það er ekki búið að afgreiða þetta erindi sem er þarna en bara því ég var að lesa þetta þá fór ég að hugsa aðeins svona mál. Mér langar eiginlega með leyfi forseta ekki að ræða akkurat þetta mál heldur Víðara samhengi. Já, í víðara samhengi sko. Þetta er bara í afgreiðslu og ég hef enga þannig skoðun á því. En hérna þetta mál sem snýst það að það er óskað eftir að leyfi til að reka gististað í flokki 2 í frístundabyggð og þá fór ég að hugsa sko hvað er frístundabyggð og frístundabyggð samkvæmt skipulagsreglugerð, þetta stendur í lögunum líka, er sem sé svæði ætlað fyrir frístundahús, það er byggð sem er ekki ætluð til heilsárs búsetu og svo sagt til svæði fyrir frístundabyggð teljist einnig svæði fyrir fjallaskála, gangnamannaskál og neyðarskýli. Og ég fá svona veltaði fyrir mér, sko, mér skilst að það hafi verið gerð reglugerðarbreyting og ég var nú meðan hérna bara búin að tína henni aftur, sem að sagði að húsnæði undir svona gististaðið þarf ekki lengur að vera skilgreint sem atvinnuhúsnæði. Og hérna heldur er það íbúðarhúsnæði. Þá fyrir ég að hugsa, er frístundabyggð íbúðarhúsnæði? Eru frístundahús skilgreind sem íbúðir? Það var eitt af þess ég var að hugsa og svo fór ég að velta því fyrir mér, sko, þurfum við ekki, eða bara sveitarfélög, sko, að marka sér stefnu í svona málum, eða ætlum við bara að, sko, það er búið að breyta reglugerðinni, ætlum við kannski bara að afgreiða það koma upp mál og við bara afgreiðum þau þá væntanlega eftir einhverju grenndarkynningu eða eitthvað, þarf ekki sveitarfélagið að setjast yfir það að marka stefnu það hvers konar starfsemi leyfilega á frístundasvæðum og þá í raun og veru líklega inn í aðalskipulagi að gera það.
Þannig að mér langaði bara, sko, alveg, þó ég viti að þetta mál sé ekki afgreitt og ég er ekkert að segja neitt um það, þá langaði mér bara að nefna þessa punkta. Mér finnst þetta þannig mál sem krefjist þess að það sé lagst dálítið yfir það. Þess að við erum með töluvert mikið af frístundasvæðum í okkar sveitarfélagi og ég held að væri til bóta að við hefðum stefnu þannig að það væri að það væri svona system í því hvernig við afgreiðum svona beiðnir. Já, ég held ég sé búin að segja allt sem að var að brjótast í mér varðandi þetta og þakka þér fyrir forsætislega mér að tala svona vítt um þetta. Já, Ásgeir Sveinsson, gjörðu svo vel, þú vel málið. Forseti, bæjarfulltrúar, ég kemur hér fyrir undir sama máli. Það hárrétt hjá Önnu Sigríði að þetta búið að breyta þannig reglum sem þá kveður ekki lengur á með svona starfsemi sé eingöngu í atvinnuhúsnæði. Hún talar líka að við þurfum að leggjast vel yfir þetta mál. Það nú heldur betur búið að liggja yfir þessu mál. Það búið að vera að þvælast hér í kerfinu þó nokkuð lengi og koma tvisvar sinnum fyrir bæjarráð og fara fyrir skipulagsnefnd og bæjarlögfræðingur búin að vinna þó nokkuð mikið í þessu. Það sem er búið að ákveða í þessu sambandi að það verður tekið á þessum málum, sérstaklega út af þessari breytingu, í endurskoðun aðalskipulags Mosfellsbæjar vegna þess að það þarf svo sannarlega að móta stefnu í þessum málum og það verður gert í endurskoðun aðalskipulags. Hvað verður þetta einstaka mál þá þetta hús þannig í sveit sett að það kannski uppfyllir marga staðla og margt sem að gera það verkum að þetta mál muni geta orðið til þess að þetta verði leyft. En það í kerfinu og það búið að leiðbeina húseiganda hvað hann þurfa að gera enn frekar til þess að það sé hægt að afgreiða málið mögulega á jákvæðan hátt fyrir hann. En ég vil bara vekja athygli á því að það hárrétt sem Anna Sigríður Gunnardóttir bæjarfulltrúi nefndi hér að það nauðsynlegt að setja stefnu hvað þetta varðar í sveitarfélaginu, sérstaklega út frá þessum breyttu reglum sem voru gerðar í sumar, eða breyttu lögum og það verður gert í endurskoðun aðalskipulags. Já, Anna Sigríður, við erum aftur, gjörðu svo vel. Já, forseti, bara smá athugasemd við það sem bæjarfulltrúi Ásgeir sagði. Ég talaði ekki að akkúrat þetta mál, ég myndi segja ég er ekki að tala um þetta mál, ég er að tala um málaflokkin í heild sinni. En það allt í einu rifjast upp fyrir mér sem ég sat í sætinu mínu að það hafði komið áður akkúrat beiðni frá sömu aðilum, fyrst það farið að tala um málið og þá var þeirri beiðni vísað til endurskoðunar aðalskipulags og það kom inn til skipulagsnefndar síðastliðið haust. Ég man ekki nákvæmlega hvað það var í september eða hvað og þá var málinu vísað til endurskoðunar aðalskipulags og síðan kemur þetta aftur og svo sé ég bókunum það er nánast búið að lofa jákvæðri umsögn. Það er kannski nýtt verklag hérna. Takk. Já, Ásgeir Sveinsson, aftur, gjörðu svo vel. Það er rétt, forseti, það er rétt, þetta mál kom áður fyrir í skipulagsnefnd og þá var ég vísað til endurskoðunar aðalskipulags. Eftir að sú afgreiðsla hafði farið fram að þá kom í ljós að það hafði verið breytt þessum lögum og reglum sem að varðar að þetta mál þarf ekki lengur að vera atvinnuhúsnæði og þá koma með viðbótar erindi þessi ágæti húseigandi þar sem að hann var búinn að safna sér mikið af gögnum og öðru slíku sem að gera það verkum að við ákváðum að taka málið aftur fyrir. Hann var reyndar með þriðja málið fyrir bæjarráðið þar sem hann var óskað eftir heilsárshússetu í þessu, þess að fá lögheimili sitt flutt í þetta hús sem að er ekki heimilt í frístundabyggð. En það er hárrétt þetta að koma áður fyrir og þá var þetta afgreitt þannig en síðan kom aftur erindi og viðbótar gögn og eftir að við höfum ráðfært okkur bæði við lögmann og farið í gegnum þetta með skipulagsfulltrúa sem hafa búin að afla sér upplýsingar frá ráðuneytinu þá var ákveðið að taka málið fyrir aftur og þar er það núna í ferli. Og það má kannski geta þess að það eru 3 eða 4 mál í kæruferli, svona samskonar mál í kæruferli hjá ef ég man rétt ráðuneytinu sem lúta að því að
sveitarfélög hafa neitað samskonar beiðni. En það sem þarf að gerast í þessu sambandi að það þarf að skoða nánast hvert einasta tilfelli fyrir sig vegna þess að það þarf að uppfylla mjög mörg skilyrði sem er kannski samdóma álit margra að fæsta frístundahúsum í Mosfellsbæ til dæmis uppfylla. En þetta kannski stendur dagandi sér hvað það varðar. En það er hárrétt, þetta kom fyrir áður en ástæðan fyrir þetta var tekið fyrir aftur og þetta kom annað erindi með viðbótargögnum og í millitíðinni var það komið í ljós þessi breyting sem hafði orðið á lögum. Nú vaknar enn spurning en ég er búin að fara tvisvar. Það vaknar ein spurning hjá mér hvað varðar afgreiðsluna í september. Hef ég leyfi til þess að koma upp og spyrja þeirra spurningar? Það er nú svolítið erfitt. Já, það geti beðið eitthvað með spyrja hennar. Já, ég Valdimar nú þetta nú. Já, sko, það er sem sagt þegar skipulagsnefndin ákveður að vísa þessu til endurskoðunar. Á einhverjum forsendum gerðum það. Á hvaða forsendum eða það var, voru þeir ekki að hugsa það þyrfti að skoða þessi mál eða var það bara tilfallandi að þeir ákveða að setja þetta inn þess að lagabreytingin hafði orðið sumarið. Löngu áður að fundurinn haldið. Þannig ég bara ætla að fá forsendum nefndarna fyrir að vísa þessu í haust. Valdimar Birgisson, gjörðu svo vel. Já, ég kem upp undir samanmáli og ber upp spurningum sem er á þá leið að þegar þetta mál var tekið fyrir á sínum tíma og vísað til aðalskipulag, á hvað forsendum var það gert? Varu einhverjar forsendur þar á bakvið? Voru einhverjar undirliggjandi ástæður þess að það var vísað til aðalskipulag, áttu þá að endurskoða allt þetta ferli, sko. Mig langar aðeins líka að tala um þetta mál almennt líka og sértækt að það er rétt sem komið fram að sem sagt gistiheimili 2 í flokki 2 þau þurfu ekki lengur að vera í atvinnuhúsnæði, geta verið í íbúðarhúsnæði og frístundahúsnæði. En það segir líka í þessar reglugerða breytingu sem var núna í sumar að skipulagsyfirvöld og bæjarsveitarfélög hafa víðtækar heimildir til þess að ákveða hvort það er leyft eða ekki. Það fer ekkert á milli mála. En það er ekki gerð þessi ófrávíkjanleg krafa að þetta sé í atvinnuhúsnæði. Þess vegna held ég að ég ætla að taka undir það sem hefur komið fram bæði á bæjarfulltrúa Ásgeiri og bæjarfulltrúa Önnu, að það verði farið í þessu málum mótuð stefna. Það er ágætt að vísa þessu til aðalskipulags en það þarf líka að gerast eitthvað áður. Það munu kannski fleiri sækjum og þess vegna var ágætt að það voru sett skilyrði í þessu tiltekna máli. En að það sé eitthvað mótuð eitthvað stefna til framtíðar. Þannig að það sé ekki sá hugmynd læðist að fólki að það sé verið að mismuna þegar einhver sækir á öðrum stöðum. En já, takk. Og það er engin hvart sé frekar hljóðs þetta mál. Það spyr spurningar. Já, til að fá svara spurningu. Það var beint sérstaklega spurningu til því. Já, til Ásgeir. Já, gott og vel. Ásgeir, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, ástæðan fyrir því að þessu var vísað til endurskoðunar aðalskipulags en ekki hafnað á sín tíma var svo að það hafi verið tekin ákvörðun eins og fólk veit endurskoðunar aðalskipulags Mosfellsbæjar og það hafi farið fram umræða út af öðrum álíka beiðnum sem höfðu komið það að önnur sveitarfélög væru að taka þetta til endurskoðunar og það kom líka fram ef ég man rétt að það stæði fyrir að það væri í undirbúningi þessi reglugerðarbreyting sem að myndi breyta aðeins landslaginu í þessu. Hún var komin en því miður að þá var svo vitneskja ekki komin til okkar á þeim tímapunkti og þess vegna var þetta afgreitt með þessum hætti. Nú, ég líti á að þetta mál sé útrætt á þessu fundi. Þetta var mál nr. 1 en þarna voru 5 mál, 4 mál önnur sem voru þarna á dagskrá og orðið laust ef fólk vil taka til máls þau. Sem sagt bæjarráð nr. 1383, 24. janúar. Svo virðist ekki vera og þá göngum við til atkvæða þessa fundargerð í heild sinni og þeir sem samþykkja hana eins og einstök mál bara með sér pennur eftir pönd. Hún er samþykkt með 9 atkvæðum. Nú það voru, eins og ég sagði hér uppæði fundar, 3 fundargerðir á bæjarráði Mosfellsbæjar að þessu sinni og viku síðar, 31. janúar síðastliðinn var haldinn fundur númer 1384.
Þar voru 8 mál á dagskrá. Og ég gef orðið laust. Númerið er Númer á fundinum er 1384. 8 mál. Sveinn Óskar, þú þetta morðingjar, svo vel. Forseti, það er liður 3.6 varðandi rekstur Hamra hjúkrunarheimilis. Það sem mér finnst fyrsta lagi varðandi praktíkina þarna vantar, myndi ég segja, einhverjar upplýsingar í raun og veru ásetningana sem að þessi baka og samningin sem vitnað í gögnunum. Það vitnað í 3. kafla samnings Mosfellsbæjar og þetta enn og aftur komið eitt mál sem að ég tel vera ansi alvarlegt. Varðar fjárhagslega hagsmuni þessa félags sem stendur á rekstri þessa heimilis í bænum. Ég ætla ekki að fara neitt sérstaklega nákvæmlega í atriðin þarna nema spurningin er þessi. Hvernig ganga viðræðurnar lausn þessa máls? Þetta tengist ungum aðilum sem ræmatið hentar ekki slíkum. Það verður að frekar eitthvað svona sismat, en það er þetta einstaklingar sem eru ungir einstaklingar með mikla lömun. Og það er nú fyrsta spurningin, hvernig standa viðræður varðandi þetta atriði og síðan er annað hitt að það er hver er framtíðarsýnin? Á að leysa málið, á að ganga í, ef að byggingaframkvæmdir verða þarna eða einhver framtíðarsýn verði varðandi þetta, ganga í það að búa til aðstöðu sérstaklega fyrir þessa einstaklingar sem er rætt í þessu efni. Það er greinilega áfram verið að tala þarna svipað dæmi eins og maður sér annars staðar, að þessi samningar, þessi fjármagn sem tengist á þeim, það er ekki að dekka umönnuna. Og þá vil ég bara varpa þessu til bæjarstjóra og spyrja bara einfallega út í það, þá er fyrsta lagi varðandi stöðu málsins í dag, lausn þess og hvernig hann sér fyrir sig að leysa málið. Ég myndi ekki segja að þetta væri að svo komnu máli risafjárhæðir, og þetta kosti allt. Og hinst að hvernig sér hann framtíðarsýnina lausn mála þessara einstaklingar sem getur að sé að skapa þennan auka kostnað fyrir heimilið. Já, Haraldur Sverrisson, gjörðu svo vel. Forseti, það hefur sjálfsagt fá mál verið rætt meira í bæjarráði og bæjarstjórn eins og hjúkrunarheimilið Hamra, nema vera skyldi Skálatún. Veit ekki, þetta eru svona aðilarnir sem eða þau mál sem kannski hafa verið mest rædd. Bæði snúa þau að samskiptum ríkis og sveitarfélaga. Ég held ég sé nú nokkur sinnum búinn að fara yfir þetta bæði á þessu kjörtíðanbili og síðasta kjörtíðanbili og kjörtíðanbili fara áður Hamra og vandamálin sem snúa að því að reka það heimili sem að kristallast reyndar eins og kom fram hjá bæjarfulltrúa Sveini Óskari því að fjármagn til þessa málaflokks er algjörlega af skornum skammti og þau daggjöld sem að skömmtuð eru til af ákvörðunarríkinu til rekstur þessara hjúkrunarheimilum land allt eru lág. Ég held að allir séu það sammála nema ef vera skyldi einhver embættismenn hjá ráðuneytunum og hugsanlega einhver alþingismenn og ráðherrar. Ég hef ekki tölu á þeim ferðum sem ég hef farið niður í ráðuneyti þessa málaflokks til þess að ræða þetta tiltekna mál.
og vandamáli við þennan rekstur. Til þess að gera langa sögu stutt, að tæki muni sjálfsagt nokkra klukkutíma að rekja þetta alveg frá upphafi til enda, en til að gera langa sögu stutt þá er rétt að geta þess að fyrir ári síðan í einum af heimsóknunum sem að farnar voru í ráðuneyti og í þessu tilfelli til heilbrigðisráðherra, þá var niðurstaðan sú sem að útvatnaði síðan í framhaldinu í bréfaskriftum milli Mosfellsbæjar og ráðuneytisins að gera þríþætta aðgerðaáætlun til þess að gera rekstur Hamra bærilegri heldur en er í dag. Í fyrsta lagi var það samið að það yrði heimiluð þrjú svokölluð flökkurými á Hömrum. Flökkurými snúast það að það megi hafa 2 einstaklinga í sömu íbúðinni og það var þá fyrst og fremst miðað við það að það væri hjón eða slíka hluti að ræða. Það er búið að heimila þetta og búið að taka þær notkun. Þetta var gert til þess að skapa heimilinu meiri tekjur, því að dagvöldum þá er það fleiri íbúar sem búa á heimilinu heldur en þessi 30 herbyggi eða þessar íbúðir sem þar eru. Og þar með fær heimilið tekjuaukningu hvað því nemur. Þetta gekk eftir. Annað sem gekk eftir var það að bæði Mosfellsbær og ríkið eða ráðuneytið samþykkti að greiða sérstaka eingreiðslu til Hamra til þess að takast á við hallarekstur sem hafði verið á árinu þar á undan. Mosfellsbær greiddi að mér minnir einhverjar 5 milljónir, getur verið pluss mínus eitthvað, ég man ekki alveg þessar tölur, og ráðuneytið eitthvað í kringum 10, þannig að þetta voru eitthvað í kringum 15 milljónir sem að Hamrar fengur, annars vegar frá Mosfellsbæ og hins vegar frá ríkinu til þess að standa straum af þessum halla. Það var rætt hér mjög vandlega hér í bæjarráði á síðasta kjörtímabili. Ég sagði það að það væri nánast sárar en tárum taki að gera þetta, því að með þessu erum við raun og veru að það var bærinn að taka þátt í greiðslu á verkefni sem ekki samkvæmt lögum á verkefni sveitarfélaga. Rekstur öldrunarþjónustu og rekstur hjúkrunarheimila verkefni ríkisins, ekki sveitarfélaga. Og það var farið ágætlega yfir það hér í bæjarráði á þeim tíma og allir voru sammála það að þetta væri ekki óska staða en samt staða sem að væri ábyrgðarhluti að taka þátt í og greiða þessa upphæð. Það var gert. Í þriðja lagi var það samkomulag að það færi fram sanngjörn úttekt á því á íbúasamsetningu Hamra og þess sem bæjarfulltrúar nefndu yngri íbúa og umönnunarkostnað vegna þeirra, því því hefur verið haldið fram við réttu, segi ég, af Mosfellsbæ, af Hömrum, að því fylgi meiri kostnaður. Og sú úttekt átti að eiga sér stað af hálfu ráðuneytisins með aðstoð Hamra og Mosfellsbæjar og henni átti að ljúka síðastliðið vor. Hún fór ekki af stað fyrir svona seint í haust og eftir mikla eftirgangs og rekstra semi af hálfu Mosfellsbæjar og Hamra. Það var ekki fyrir en að það var farið enn einu sinni, pantaður fundur með heilbrigðisráðherra til þess að kvarta, ég segi það bara, yfir þessu að þetta skyldi ekki hafi verið gert eins og var rætt og var samið, að sú athugun fór í gang og hún stendur nú yfir. Þannig að ég vonast nú til að á næstu 1-2 mánuði liggi fyrir einhverja niðurstöðu því og ég bara vona svo innilega að ráðuneyti átti sig á hvað máli snýst og að þarna þurfi að leggja til aukið fé til þess að standa undir þessum rekstri með þessum hætti. Þetta var þetta samkomulag sem var gert, eða það var ekki undirritað samkomulag en þeim skilningi, það voru bréfaskriftir
sem fóru hérna bæði, bréfin fóru hér fyrir bæjarráð, bæði bréf ráðuneytisins og bréf Mosfellsbæjar, þar sem að var upplýst svona hvernig framgang þetta ætti að hafa. Í fjórða lagi var, og það framtíðarlausnin, var kveðið á það að ráðuneytið gaf vilyrði sitt fyrir því að hjúkrunarheimili Hamrar yrði stækkað. Og þar liggur nú kannski annar megin þáttur rekstrarvanda heimilisins, að heimilið of lítið. Þetta 30 rýma heimili, reyndar núna búið að heimila þessi flökkurými sem því að þá var 33 íbúar sem búa þarna. En það allt og smá og lítil rekstrareining til þess að það sé hægt að reka það með sómasamlegum hætti, eða bara samkvæmt lögum, miðað við þau daggjöld sem því skammtað. Og þessu til viðbótar að þá rann úr gildi samkomulag ríkisins og félags, ég get aldrei munað hvað þetta heitir, félags fyrirtækja í velferðarþjónustu, já, það heitir það nákvæmlega. Takk fyrir. Og það sem sagt félag sem rekur þá fyrst og fremst hjúkrunarheimili með samningum við ríkið. Það féll úr gildi samkomulag ríkisins og þeirra sérstakt álag, smæðarálag fyrir smærri heimili. Þannig að Hamrar urðu að þeirri greiðslu núna áramótin. Það reyndar stendur yfir samningaviðræður milli þessa félags og ríkisins endurnýjun þessa. Og það standa nú vonandi til að því ljúki fljótlega og með einhverju niðurstöðu sem komi þá Hömrum í hag. En núna það í raun og veru þannig að Hamrar hafa ekki fengið skilning eða á þessar íbúasamsetningu sem að raunin á Hömrum, sem og því að þetta smæðarálag féll niður frá áramótum. Og þess vegna segja Hamrar, með réttu held ég, við getum ekki haldið þessum rekstri áfram á þessum forsendum. Kannski rétt að bakka líka aðeins aftur, vegna þess að bæði Hamrar og Mosfellsbær, þannig að Hamrar voru á sínum tíma, fyrir rúma ári síðan, búin að segja upp samningi sínum við Mosfellsbær það að reka þetta tiltekna hjúkrunarheimili, og Mosfellsbær var búin að segja upp samningi sínu við ráðuneytið að það sæi rekstur eða sæi til þess að þetta hjúkrunarheimili yrði rekið. Vegna þess að þessar rekstrarforsendur ekki forsvaranlegar. Það uppsagnir að báðum aðilum, bæði Hömrum og Mosfellsbær, dregnar tilbaka að undangengnu þessu innan gæsalappa samkomulagi við ráðuneytið sem ég fór hérna yfir áðan. Það hefur ekki uppfyllst öllu leyti og kannski aðalatriði hefur ekki verið klárað. Það að segja úttektin og að skoðun á því hvað þessi aldurssamsetning hefði í för með sér. Það síðan núna í gangi það að vinna úr því að stækka þetta hjúkrunarheimili, og ég skýrði frá því hér í bæjarráði hjálpstjóri löngu að við hefðum verið boðið á fyrsta fund í ráðuneytinu hvað það varðar. Ég sagði held ég líka á þeim bæjarráðsfundi að ég var ekkert sérstaklega bjartsýnn rekstrarmál Hamra eftir þann fund, því að fyrsta lagi er kannski stækkunin ekki eins mikil eins og við teljum að þurfi til þess að hjúkrunarheimili sé með almennilega rekstrargrundvöll. Við hefum sagt að það þurfi að minnsta kosti 70 rými til þess að það sé svona sómasamlegur rekstrargrundvöllur undir þetta hjúkrunarheimili, eða hjúkrunarheimili bara almennt, þetta á ekki sérstaklega þetta hjúkrunarheimili. En það sem ráðuneytið tilbúið til að gera að stækka hjúkrunarheimili í 56 rými úr sem sagt 30. Okkar mati það á lítið. En láttu það nú vera, en í annan stað var ráðuneytið með þær hugmyndir að bjóða út rekstur þessara 26 rýma og halda áfram að reka þessi 30 rými eins og þau hafa verið rekin. Það byggir náttúrulega til 2 ennþá meiri vandamál. Og við töluðum mjög skýrt við ráðuneytið og sendum þeim í framhaldi af þessum fundi bréf þar að lútandi og útskýrðum þessi sjónarmið. Þannig að fara að reka
raun og veru eitt hjúkrunarheimili undir 2 kennitölum, með 2 rekstraraðilum á sama blettinum í mínum huga bara ekki út í kortinu. Ég segi nú bara alveg mína hreinskiptu skoðun á því. Og vonandi sé ráðuneyti að sér í því og ég held að lausnin sé sú fyrir Mosfellsbæ allavega af því að í mínum huga okkar huga 56 rými ekki nægilega mikil stækkun til þess að búa til rekstrargrundvöllinn að þetta verði bara að ríkið yfirtaki þetta og bjóði út hennar rekstur eins og þau hafa gert núna með einhver hjúkrunarheimili og þá bara fá ríkið tilboðið það og þar með sé málið rekstrar þáttur málsins úr hendi Mosfellsbæ. Þannig að það nú svo framtíðarsýn sem að ég sé en það erfitt fyrir sveitarfélög að taka að sér verkefni eða blandast inn í verkefni með ríkinu. Það lendir einhvern veginn alltaf upp á skeri eða svona nálgast skeri mjög hratt að minnsta kosti. Hamrar eitt dæmið, Skálatún annað, það er kannski svona annars eðlis. En það reyndar búið að boða núna í næstu viku, það að fá fundarboðin í gær. Annan fund nr. 2 í þessari vegferð að stækka hjúkrunarheimilið Hamra og kannski fær maður einhver svör við þessum athugasemdum sem að Mosfellsbær hafði hvað varðar þá aðferðafræði. En í grunarbúið þetta þannig að Mosfellsbær samkvæmt þessu minnisblaði svona að lýsa í viljarsýning til þess að hjálpa til með rekstur Hamra næstu 3 mánuðina meðan að þessum tilteknu atriðum ósvarað. Það er að sé annars vegar samsetningu íbúanna og kostnaðar vegna þess og þessa samning sem að verið að vinna að milli fyrirtækja í velferðarþjónustu og ríkisins smæðarálæði. Síðan var spurning viðbót hvað varðar framtíðarsýn varðandi þessi íbúa. Mosfellsbær hefur óskað eftir því að í þessari stækkun feli meðal annars að það verði ein deild á hjúkrunarheimilinu sem að verði þá fyrir þennan aldurshóp. Við teljum það faglega miklu skynsamlegar og betri kostur á íbúa og þeir eru miklu meiri samleið saman heldur en með þeim sem eru á hjúkrunarheimili vegna aldurs og sjúkdóma af öðrum orsökum. Því hefur ekki verið svarað af hálfu ráðuneytisins, kannski á þessum fundi kom einhver svör við því eða einhverjar svona pælingar hvað það varðar. Allavega er það skýr vilji Mosfellsbæjar og Hamra að svo verði. Já, orðið laust þetta mál áfram. Setjum starfsmálum við. Þetta er 6. mál, rekstur Hamra hjúkrunarheimilis. Þetta það hér í dagskránni. Forseti, þetta var innlegg að mínu skapi, mjög gott og viðamikið og upplýsandi. Þakka fyrir þetta. Við erum greinilega í einhverjum böndum heilbrigðisráðherra og það er nú aðili sem er í sama flokki og forsetinn okkar hér. Ég myndi vilja sjá í ljósi þess að við erum hérna að vinna í pólitíkinni meðal annars varðandi vegamál í Dalnum, Vesturlandsveginn, eins og kom nú fram í kaffispjalli hérna áður, fundurinn hófst, að þá er það heilmikið metnaðarmál að ýta eftir hlutunum eins og hefur verið að gera í þessum vegamálum. Þrýstingur sem myndaðist þegar slysið var í Dalnum og það að bara einfaldlega að vera ekki með flöskuháls inn í bæinn og í gegnum hann. Varðandi Hamra og fjármagn fyrir yngri aðila og líka það að láta viðkomandi embættismenn og ráðherra Vinstri græna skilja það að það er tappi í kerfinu sem er ekki leysanlegur nema einhverja aðkomu aðila í þessum grein eins og hóp þeirra sem að fyrirtæki í velferðarþjónustu dekka. Það skiptir máli í þessu efni að líta til þess hver þörfin er.
Ég var að ræða bara í dag við konu sem á barn á Grensás. Og þetta ömurleg saga. Og ég segi bara við embættismenn hjá hinu opinbera, hjá velferðarráðuneytinu, að leggja fyrir okkur það að vera með 56 rými þegar það rekstrarlega ómögulegt. En náttúrulega við verðum að ýta slíku tilbaka í sameiginlegu átaki, en við höfum líka að gera ráðherra grein fyrir því að það eru raunverulega Mosfellingar sem liggja bara inni á dýrum rýmum sem þurfa að komast heim. Og fyrir utan það, allt þetta mat og vannmat embættismannaráðuneytisins sem ég er hjartanlega sammála að sé alveg út í hött. Og ég held að við verðum að einhvern veginn að koma ráðuneytinu í skilningu það að það þurfa að borga fyrir þessar hlutum með réttum hætti þannig að þessar stofnanir okkar hérna í bænum sé að fá til þess að bara eiga til hnífs og skeiðar og viðhalds og annars slíks. Ég legg áherslu á það að forystumenn hérna sem í meirihlutanum, bæði Sjálfstæðisflokks og VG, nýti nú þau tök sem þeir hafa á ríkisstjórn Íslands og reyna að beita sér, hver og einn, fyrir sínu mönnum. Og ég legg áherslu á það að það geri allir, ekki bara ég eða bæjarstjórinn, heldur allir. Vegna þess að það gengur ekki lengur að sjá þetta fólk bíða endalaust með börnin sín eins og þessi kona sagði bara í geymslu. Það bara gengur ekki. Og þess vegna segja það við ykkur, það er kjörið tækifæri á næsta fundi að koma bara einfaldlega með dæmin og fara fjölmennt þarna niðrettur og segja hvað okkur vantar og segja við gefumst ekki upp við það. Ég skora á bæjarfulltrúa Vinstri grænna að bara hringja í ráðherra sinn og segja hann bara hvað í gangi. Það hérna fólk sem á bátt og á rétt og við erum að tala svo á titildögum mannréttindi fatlaðs fólks. Við verðum að vinna meira í þessu og öruggara og ég er alveg hjartanlega saman að bæjarstjóra þegar hann segir að það að vera með rými sem að fullnægja ekki bara eðlilegu rekstrargrunni, það er náttúrulega bara út í hött og það er bara með ólíkindum að þetta komi frá hugsanlega mjög menntuðum einstaklingum í ráðuneytinu. Það er bara með ólíkindum. Og ég vil árétta það því að Vinstri græn hafa verið að mæla gegn því að nýta einkarekstur til að leysa bráðavanda fólks í samfélaginu. Þá verður bara að gjöra svo vel að fara að hugsa málið aðeins upp á nýtt og benda þessum aðilum á að það er ekkert að gerast. Þannig að ég legg áherslu á það að fylgjast fast eftir og ég er tilbúinn að gera það sem ég geti því, en það verða allir að leggjast á árarnar í þessu. Já, Haraldur, þú varst náttúrulega að gjörðu svo vel. Já, forseti, ég nú eiginlega bara alveg tilnefndur til að koma hér upp og ræða þetta. Ég vara nú við því og tel það nú ekki vera málinu til framdráttar að fara að eyrnamerkja slælegan framgang fjármögnun hjúkrunarheimila í landinu við ákveðna ráðherra, ákveðna persónur, við ákveðna flokka. Það vill svo til að ég er búinn að fara ansi margar ferðir eins og ég sagði áðan til ráðuneytisins, velferðarráðuneytisins, heilbrigðisráðuneytisins, hvað með vilja kalla þetta hvað þetta heitir hverju sinni, þetta líka til fjármálaráðuneytisins, til þess að ræða þessa hluti og ég er ekki einn það. Það hafa margir gert það auk mín, mjög margir. Og þetta hafa verið fjölmargar ríkisstjórnir og ég held að ráðherrar hafi raun og veru á þessum tímabili komið frá öllum flokkum hér við þetta borð sem að því hafa komið með einhverjum hætti, meira sér viðreist, því að haldið maður horfir á mig, nema miðflokknum. Miðflokkur hefur ekki ennþá öðnast á heiður að vera aðilega ríkisstjórn, en hins vegar hefur núverandi formaður hans í öðrum flokki verið forsætisráðherra
í ríkisstjórn sem að meðal annars var rætt heilmikið þetta mál á sínum tíma. Og ég get líka fullyrt það að því að það var verið hér að bera brigður á heilindi, eða ég veit ekki hvernig orða það, afkomu núverandi heilbrigðisráðherra þessu máli, að við getum alveg vitnað þess og sagði það í bæjarráði að málið fór nú fyrst að hreyfast eitthvað þegar að við fengum áheyrn þess heilbrigðisráðherra sem nú situr. Og ég ætla nú bara að hrósa henni fyrir aðkomu sína að þessu máli, þó að hún sé ekki þeim flokki sem að ég er í. En mér finnst að í svona málum eigum við ekki að hengja einhverja tiltekna ráðherra sem er í tilteknum flokkum og nálgast þetta á breiðum grundvelli eða einhverra hluta vegna hefur engum stjórnmálaflokki auðnast það hér sem situr þeir við ríkisstjórn að leysa þessi mál rekstur hjúkrunarheimila í landinu og hverju sem þar er að kenna, fjárskorti ríkisins almennt eða eitthvað, en það er öllum ljóst sem það vilja vita að þessi rekstur gengur ekki upp með núverandi fjárveitingum. Það er bara svo einfalt. Og ég tek undir það með bæjarfulltrúa Svein Óskari að hlutverk okkar allra, sama hvaða flokki við erum, að tala máli þessa mál. Því þetta þó að við losnum undan innan gæðsalappa rekstri þessa hjúkrunarheimilis kannski innan einhverja mánuða ára, að þá er þessi málaflokkur okkur stendur hann okkur mjög nærri. Þetta eru okkar skjólstæðingar, okkar fólk sem að þarf að fá þessa þjónustu og þetta stendur líka heilbrigðiskerfinu heilmikið fyrir þrifum vegna þess að okkar ágæti Landspítali er til dæmis rekstrarvandi hans og húsnæðisvandi er að hluta til vegna þess að þar er fólk sem á ekki þar heima, sem á heima á hjúkrunarheimili. Og það er líka ekki mjög skynsamleg meðferð á skattfé. Þetta er miklu dýrari umönnun á spítölunum heldur en að það væri á hjúkrunarheimili. Og það er einhver hugmyndafræði, ég held að sé líka einhver svona hugmyndafræðileg áhald eða menn sem ekki alveg sammála hugmyndafræðina að hvenær fólk eigi að fara á hjúkrunarheimili, hvenær eigi að annast til heimilisins, en það breytir ekki því að hjúkrunarheimilum í dag er nánast þeir íbúar sem þar eru þurfa sólarhrings umönnun og eru mjög veikir vegna öldrunar eða annars hluta sem að kallar á allt þannig þjónustu að hann er ekkert að veita á heimili viðkomandi. Þannig að mín skilaboð er bara þessi og minn boðskapur að það er allir flokkar með einum öðrum hætti búnir að koma og segjast ætla að leysa þessi mál eða hafa haft góð orð það, engum hefur tekist það og ég vil bara endurtaka eins áðan að það að heimsækja núverandi heilbrigðisráðherra, það allavega að koma málinu á þann stað þar sem það er í dag og mér fannst taka mjög röggsamlega á því. Það hefði síðan að mínu viti mátt fylgja því hugsanlega betur eftir innan ráðuneytisins því að þetta er líka einhver tregða í embættismannakerfinu að vilja leysa þessa hluti og búa til þá umgjörð sem þarf til þess að þessi hlutir sé í lagi. Já, ég hef gefið Hjálmar orðið og við ræðum þetta mál, nr. 6, rekstur Hamra hjúkrunarheimilis. Hann er búið að fara mjög vel yfir þetta mál og ekki fyrsta skiptið. Því miður, þetta er alltaf að koma aftur og aftur. Það er rúmt ár síðan að þetta máli var komið algjörlega í þrot, bara skömmu fyrir jól, þar síðustu jól. Og þá var haldinn fundur með heilbrigðisráðherra og ég satt þetta fund og bæjarstjóri og embættismenn héðan og þá fórum málið svolítið að hreyfast, en nú er það aftur komið svona ákveðið hægagang sem að verður náttúrulega að leysa. Þetta er náttúrulega mál sem verður að leysa, það er ekkert öðruvísi og ég bara hvet alla til að bara snúa bökur saman í þessu máli.
En svona íonefni, af hverju er þetta er auðvitað ekki bara bundið við Mosfellsbæ eða okkar hjúkrunarheimili, þetta er víðar. Þetta lendir oft svona í einhverjum svona störu keppni og svona á ógöngum, en ég bara hvet alla hérna hvar í blokki sem þeir standa að snúa bökum saman til þess að leysa þetta mál. Þetta er sem sagt 7. mál sem við ræðum og orðið er ennþá laust það, ef einhver vill ræða það. Valdimar, þú beðið nú við, gjörðu svo vel. Það var nú svona áskorun það að við snérum bökum saman og í þessu máli þá er það náttúrulega alveg sjálfsagt mál. Að það er mjög slæmt að þessi mál, hjúkrunarheimila, við erum ekki eina sveitarfélagi sem er að standa í þessari baráttu, að það skuli lenda svona milli sveitarfélaga og ríkisins. Það er hægt að meta gæði þjóðfélaga út frá því hvernig við komum fram með okkar veikasta fólk og þetta er sannarlega eitt af þeim veikustu fólkjur okkar og það á ekki að líðast að þetta fari svona á milli og bitni á þeim sem síst skildi sem eru þá íbúar þarna þessa heimila hér og annar staðar. Og það er alveg ástæði þess að ýta á stjórnmálamenn á þess að benda á þetta dæmi sérstaklega eða einhverja ákveðna ráðherra það að snúa bökum saman og leysa þetta. Og þetta er náttúrulega hluti líka af bara umræðinu uppbyggingu innviða og heilbrigðiskerfisins. Við þekkjum það að nýlega fréttir af því að það var opnað hjúkrunarheimili á Seltjarnarnesi sem leysir ákveðinn vanda Landspítala og þetta léttir á spítölum. Og þetta er ódýrari lausn heldur en að hafa veikt fólk inn á spítölum. Þannig að ég bara tek þetta til mín og næst þegar ég hitti ráðherra þá ætla ég að minnast á þessi mál og að við snúum bökum saman og leysum þetta. Nú, fleiri hafa ekki hvatt sér hljóðs þetta mál, þetta 7. mál. En orðið er ennþá laust, þarna voru 8 mál á dagskrá. Fundargerð bæjarráðs, nr. 1384, 31. janúar. Nú það kveður sig engin hljóðs nein önnur mál þar. Þá göngum við til atkvæða ágætu bæjarfulltrúar þessa fundargerð í heild sinni og þeir sem samþykkja hana eins og einstök mál bera með sér, ef við bennur ekki bönn, hún er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá erum við búin að ljúka umræðu og afgreiðslu af fundargerðum bæjarráðs sem voru 3 á þessu sinni en þá var það næst fundargerðir frá nefndum, það var þetta fastu liður og það voru 7 að þessu sinni, fjölskyldunefnd, fræðslunefnd, 2 frá skipulagsnefnd og svo framvegis og við bara göngum í þetta verk og við tökum þetta bara í réttri röð. Það er sem sagt fjölskyldunefnd Mosfellsbæjar sem fundaði 15. janúar og það var fundur nr. 278 og Rúnar Bragi hefur beðið málið, gjörðu svo vel. Þarna voru 4 mál á dagskrá. Já, forseti og bæjarfulltrúar, það er að tala mál nr. 1, stefna málefnum eldri borgara. Bara til upplýsingar fyrir bæjarfulltrúa að það var fyrir nefndinu voru kynntar samantekt niðurstaða varðandi fund sem átti sér stað í Fjölbrautaskólanum í Mosfellsbæ 5. apríl 2018 og þannig að sem var í raun og veru á síðasta kjörtímabili. En það er komin einhver skrifur þetta og þetta var kynnt fyrir nefndinni og svona til upplýsinga þá verður þetta lagt fyrir nefndina aftur og þessi stefna verður kláruð og þetta voru þá í raun og veru fyrstu drög eins og við sjáum þarna mögulegir flokkar og með markmið en sem nefndin mun síðan taka áfram á næsta fundi og vinna við og reyna að klára þessi stefna. Það var nú það sem ég vildi svona kannski upplýsa fyrst og fremst, en annars eru sérstætt gögnum þarna inni sem voru kynnt fyrir nefndinni. Já, annars eru þetta mál
Þetta er sem sagt fyrsta mál á dagskrá, stefna í málefnum eldri borgara heitir það hér í dagskránni. Gjörðu svo vel. Forseti, já, ég var komið upp undir sama máli og auðvitað gleðist ég við því að skulu komið drög að stefnu og ég bara verða að láta eftir mér að segja að það er ekki seinna vegna þess að þessi fundur var haldinn í apríl á síðasta ár, það er að verða ár síðan. En við skulum ekki dvelja við það, þetta er komið af stað og það er mjög gott því þetta er mjög nauðsynlegt að við klárum stefnumótunina í þessum málaflokki. En það leiðir huga minn að öðru og ég ætla að fá bara aftur að óska eftir leyfi forseta að aðeins að tala vítt og breitt Hið víða samhengi. hið víða samhengi og þá að nefna öldungaráðið inn í þessa umræðu. Því við erum ekki, það á að vera starfandi öldungaráðið í þessu bæ, en það er ekki. Við höfum ekki kosið öldungaráðið. Reyndar, minni mig að tafirnar hafi verið vegna þess að það urðu einhverjar lagabreytingar eða eitthvað þess aftar, en það á held ég ekki afsaka þessa miklu töf sem hefur orðið á þessu máli. Þannig ég vil bara eiginlega hvetja mig og ykkur öll til þess að ganga nú í það að kjósa nýtt öldungaráð vegna þess að auðvitað þurfum við að leggja drög að stefnu áður en fjölskyldanefnd afgreiðir það frá sér. Þá þurfa drögin að stefnu málefni aldraðra að vera afgreidd og farið fyrir fund öldungaráðs sem er ekki til núna en ég vona að við getum kosið því allra fyrsta. Haraldur, þú verður nú að skjóða svo. Ég ætla að taka til mál sem ekki á dagskrá. Sem er ekki dagskrá? Ja, þetta sem að bæjarfulltrúinn kom inn á öldungaráði. Já, það er alveg heimilt. En það er ekki á dagskrá, sko. Það er ekki með það, en þetta svona í samhengi við stefnuna þá opna ég á það og það er sjálfsagt að ræða það einhverju leyti, sko. Bara því það var þá forsetið með þínu leyfi. Minnst á þetta að ástæðan fyrir því að það er ekki búið að stofna öldungaráð, það þarf að breyta samþykktum bæjarins til þess að það sé hægt vegna þessara nýju tilteknu laga það. Það lág fyrir tillaga hér upphafi kjörtímabils að gera það. Hins vegar af óskorun voru kröfu minnihlutans var ákveðnum breytingum á samþykktunum frestað. Og þar á meðal þessu, þótt að við meirihlutanum legum til að þessar tilteknu breytingar fengju framgang. Og það er ennþá verið að vinna þá að heildar breytingum á samþykktunum, en þeim þarf að breyta samþykktunum til þess að þetta skipa öldungaráð. En það var á ósk minnihlutans að það var ekki gert. Þess vegna eru þessar stöðuna. Anna Sigríður, gjörðu svo vel. Í öðru skiptinu mínu í þessu máli, í þetta, það er rétt hjá bæjarstjóra að það lágu hér fyrir tillögur breytingar á bæjarmálasamþykkt og það var ákveðið að fara bara í viss atriði í henni, en ég man þess vel ég stend hérna að það var rætt að þetta færi strax inn í bæjarráð og það myndi hefjast handa við að skoða það sem út af stóð. Þannig ég bara spyr kannski bara formann bæjarráðs það hvað hann hefur gert í málinu frá því að lokið var við að breyta bæjarmálasamþykktinni síðastliðið sumar. Því að ég er alveg handviss að þetta var það sem við ræddum. Að það átti ekki bara að setja afganginn einhvers staðar inn og láta malla út kjörtímabilið, heldur átti að hefjast handa í samtali, krakkar mínir, afganginn af breytingunum. Og ég bara hvet formann bæjarráðs kom hér upp og upplýsa hvað bæjarráð hefur gert í þessu. Áður en ég orðið þá vil ég taka fram að máli sem við ræðum heitir stefna í máli eldri borgara, auðvitað er þetta að teygja það til margra átta eðlilega. Þannig erum við að fara að tala sérstakt mál sem er skipan öldungaráðs og samþykktir þar að lútandi. Ég varð að fá að svara þessar ákvæðum. Já, ég er ekki. Ég meina, það kom hér ásakanir það, það væri verið að... Engar ásakanir, ég nefndi þetta mál bara. Ég var ekki ásakað nokkuð með einu fundaforminu. En þannig að það fara tala öldungaráðið, auðvitað er hægt að tala meira það. Við skulum hvet fólk til að stytta umræðu það mál af því það er hægt að taka það sérstakt mál og þess á vettvangi bæjarráðs eða annars staðar. En það var beint spurningu til formann bæjarráðs og ég ætla að gefa Ásgeiri orðið, svo legg ég til að við ræðum ekki þann hluta málsins meira. Forseti, stutta svarið er það að þetta liggur hjá lögmanni bæjarins og hefur verið í vinnslu þar. Og þetta er á leiðin inn í bæjarráð þannig að það er örugglega mjög stutt í að það sé hægt að afgreiða þessi mál
og vonandi í beinu framhaldi þá getum við kosið öldungarráð innan mjög skamms tíma. Já, þá er það. En vill einhver bæjarfulltrúi ræða málið sjálft, það er að segja stefnu í málum eldri borgara, svo við ljúkum því. Þetta þannig heitir málið. Fyrsta mál á dagskrá fjölskyldunefndar 15. janúar. Svo virðist ekki vera, en einhver önnur mál, það var fyrir 4 mál þessu sinni. Svo virðist heldur ekki vera, þá göngum við til atkvæða ágætu bæjarfulltrúar. Það eru greiðum atkvæði fundargerð fjölskyldunefndar frá 15. janúar, nr. 278. Og hún er samþykkt með 9 atkvæðum. Næst er það fræðslunefnd sem hélt fund 23. janúar. Það var fundur nr. 357, þar voru 2 mál á dagskrá og ég ger orðalaust. Ég held að Sveinn Óskar við sjónum nú undan Valdimar. Nei, gerð svo vel þá Valdimar. Og síðan Sveinn Óskar. Takk fyrir það, ekki það að það sé ekki kærlega að vera undan, en ég kemur til við eitt málefni Varmárskóla. Það var sett á dagskrá fræðslunefndar mál sem að kalla málefni Varmárskóla af fulltrúum Miðflokksins, Viðreisnar og áheyrnar fulltrúa Samfylkingar og Mosfellsbæjar. Tilefni var að það hafði verið boðað til fundi, það var haldið fundur foreldrafélags Varmárskóla þar sem þau gera athugasemdir við líðan nemenda, námsárangur, skólabrag og hvernig mælitæki voru notaðar og niðurstöður birtar og eftirfylgni með þeim. Það sem vakti fyrir okkur, mér langaði aðeins að ræða þetta bara örstutt, var að foreldrafélagið gerði líka kröfu það, eða beiðni það að það hefði gerð úttekt, einhvers konar úttekt á skólanum. Við erum ekki að fara fram á það, heldur að bara það veri tekið á dagskrá þetta mál og við förum að ræða þetta og förum að bara að koma fólki saman og bæta skólabraginn þannig að það verði vinnufriður í Varmárskóla og nú er þetta samtal hafið. Ég held að það sé mjög áríðandi að það sé gert og það er ekki gott fyrir að foreldrafélagið og stjórnendur skólans séu svona dansi ekki í takt eða morða þannig og þessna fagnaði þessu útspili og vonandi verður þetta til þess að við fáum betri skóla í framtíðinni. Já, Sveinn Óskar þetta sama mál, nr. 1. Já. Málefni Varmárskóla heitir það hér í fundargerðinni, gjörðu svo vel. Forseti, já, málefni Varmárskóla. Þetta er ein spurning til formanns nefndarinnar, aðeins að fá útskýringar á þessari sameiginlegu bókun fræðslunefndar sem hljóðar á eitthvað á þá leið með leyfi forseta. Það er hlutverk fræðslunefndar að styðja við skólastarf í Mosfellsbæ og stuðla að jákvæðum og uppbyggjandi umræðum við hagaðila. Fram kom að Varmárskóli vinnur markvisst að skólaþróun og auknum gæðum skólastarfs. Fræðslunefnd fylgist áfram með skólastarfi í Varmárskóla sem og öðrum skólum bæjarins. En yfirskrift þessa fundar var málefni Varmárskóla. Og það væri gott ef að formaður nefndarinnar gæti útskýrt fyrsta lagi hvað fór fram á fundinum, hvað efnið var og hver niðurstaða fundarins var, vegna þess að það er ekki hægt að lesa það úr bókunni. Mér skilst að, mér sýnist nú bara að bókunnins fjalli bara almennt það sem fræðslunefnd á að gera og kannski ekki mikið meira, þannig að það verður gott að fá einsinn inn í hver fundurinn var, hvað hann fjallaði, hver var í raun og veru niðurstaða fundarins. Ég heyrði af því frá okkar fulltrúa í nefndinni að það væri hugmyndir að heimila skóli sem hefur komið aðeins að málinu myndi eitthvað
aðstoða við það, en það eru reynt fólk að leysa mála þessum toga. Það er innanbúðar hafa gert það víða annars staðar. Og svo er annað að eru áform að þegar þetta liggur fyrir svona einhver vinna af hálfu Heimili og skóla og það kom eitthvað út því að hafa þá taka þetta aftur upp á vettvangi fræðslunefndar þegar svona þetta sé búið að vinnast eitthvað áfram á meðal skólastjórnenda, Heimili og skóla og væntanlega foreldrafélagsins. Já, beint spurningu til formanns fræðslunefndar, Kolbrún Þorsteinsdóttir, gjörðu svo vel. Já, forseti og ágætu bæjarfulltrúar, þú er komið að fræðslunefndinni og þetta fyrsta mál þar sem að ber heitið málefni Varmárskóla. Þetta er stórt og mikið heiti á málinu og við svona vorum ekki alveg viss það hvernig hvað ætti að fara að fjalla. En þetta á sér náttúrulega ákveðin aðdraganda, þetta mál og eins og flest allir vita og flest allir ættu að vita hvað hefur verið í gangi þar í Varmárskóla. Beiðnin frá hóp fulltrúa CLM og S-lista var þessi að það ætti að eiga sér staðar ákveðin úttekt á skólanum. Þegar að fundur hófst eins og kannski formaður fulltrúi Miðflokksins ætti kannski að vita og eftir að hafa rætt við sinn fulltrúa í nefndinni að þá var það ekki beinlínis krafan þegar að fundur hófst að það ætti að fara að ræða þessa ákveðnu úttekt. Heldur þar var mættir báðir skólastjórarnir Varmárskóla og þar var þurfti þess til að sitja fyrir svörum ef einhverjar spurningar kæmu og í rauninni þá var þetta umfjöllunarefni var helst þá þessi tiltekni ákveðni fundur sem var haldinn upp í Varmárskólanum í Mosfellsbæ, FMOS og rauninni formið á honum og það að meirihlutinn hafi ekki mætt á hann og annað slíkt þannig að umræðuefnið var á endanum meira samskipti stjórnar foreldrafélagsins og síðan stjórnenda Varmárskóla. Það var rauninni frekar umræðuefnið heldur en að þarna ætti að fara í einhverja ákveðna úttekt. Þarna lágu fyrir ákveðin atriði, 4 atriði það hvað ætti að fjallað á þessum fundi upp í FMOS og sem að var síðan aðal umræðuefnið á fundinum. Þannig að mér fannst sem formanni tónninn í nefndarmönnum fræðslunefndar vera sá að fólk væri frekar til í að svona hvað sé ákveðin ró myndi fara að komast yfir starf Varmárskóla og að skólastjórar fengju næði og tíma til að vinna að þeim málum sem skólinn að vinna að þessa dagana varðandi þessi mál. Samtalið löngu hafið, vinnan löngu hafin. Hún hófst fyrir, ég má eiginlega segja bara allavega fyrir árið síðan. Þá hófst þessi vinna sem að stjórnendur Varmárskóla að vinna að núna. Það ekkert nýtt í þessum málum. Það ekkert nýtt að það séu nýttar niðurstöður kannana, samræmdra prófa, annað slíkt eða varðandi líðan nemenda eða eitthvað slíkt. Það verið að vinna í þessum málum og svo vinna löngu hafin. Varðandi úttekt á skólanum, það var ekki niðurstaða fundarins að það ætti að fara í einhverja úttekt, enda úttekt hvað? Við vorum ekki heldur alveg viss hver óskin var. Skólinn var, við sóttum úttekt á skólanum árið 2010 með minnir, fengum það. Flestir okkar skólar hér í Mosfellsbæ við verið svo heppin að Menntastofnun hefur tekið út okkar skóla. Það þarf að sækja það sérstaklega og Varmárskóli tekinn út á þessum tíma. Það náttúrulega komin nokkur ár síðan, sannarlega, en hann hefur verið tekinn út. Síðan hefur gengið á töluvert miklu og einhverjar ástæður hefur Varmárskóli ávallt orðið svona pólitískt bitbein því miður og það hefur svona eiginlega verið okkar ósk núna og beiðni skólastjórnenda og mér finnst tónninn vera slíkur í fræðslunefndinni að nú væri
mál að linni og nú fengi skólastjórar tíma og frið til að vinna að þeim málefnum sem skólinn þarf að vinna að og hefur unnið að í tölverðan tíma. Þannig að það eiginlega kannski skýrir bókunina sem var síðan lögð fram af öllum flokkum, sameiginleg bókun allra í fræðslunefndinni sem segir það eiginlega bara, getum við ekki bara haldið áfram að vinna að málum Varmárskóla í frið og spekt. Það var eiginlega niðurstaðan. Af því að þetta er ekkert upphaf. Þessi fundur var ekkert upphafin einu. Þessi fundur var eiginlega að segja okkur það að já, gefum skólastjórnendum frið og fræðsluyfirvöldum, framkvæmdastjóra fræðslusviðs og með skólastjórnendum til að vinna að málefnum skólans. Það var eiginlega það sem var niðurstaða fundarins. Og það voru allir fulltrúar, allra flokka, allra aðila, allra hagaðila, og fólk hafa kannski hnotið það orð, hagaðilar eru allir þeir aðilar sem koma að skólanum, koma að skólasamfélaginu. Það eru foreldrar, það eru kennarar, það eru starfsmenn, það eru nemendur, stjórnendur, bæjaryfirvöld. Við erum öll hagaðilar í Varmárskóla. Við erum ekki hagsmunaaðilar, við erum hagaðilar. Og niðurstaða fundarins, tónninn á fundinum, og niðurstaðan var svo að já, allir fulltrúar í fræðslunefnd sögðu já við því að nú væri komið nóg af rauninni átökum á milli stjórnar foreldrafélags Varmárskóla og í rauninni svona, svona meintu, svona kannski bara vondu vinnulægi stjórnarinnar og svona aðförum að skólastjórnendum og það segir samt það sjálft að það getur enginn unnið undir slíku. Þannig að núna er eiginlega lag að skólastjórnendur fá að vinna að þessum málum, að þessum athugasemdum sem hafa komið fram fyrir löngu síðan. Þeir vissu allir, hafa allir verið sko algjörlega meðvitaðir um það hvað var að gerast í Varmárskóla, hverjar þeirra áskoranir hafa verið síðust ár og hvað er búið að vera að gera hingað til. Þannig að það var niðurstaðan og ég get eiginlega ekkert meira sagt um þennan fund en bara það voru allir á því að nú ætti að gefa skólastjórnendum frið til að vinna þessu málum. Og að sjálfsögðu munu málefni Varmárskóla koma áfram fyrir fræðslunefndina og við höldum bara áfram að skoða þau atriði sem er verið að fara ofan í kjölinn á og við fáum bara upplýsingar um það þegar það liggur fyrir. Það var niðurstaða fundarins. Já, það er einn af mælinu sko, Valdimar, Já, ég þakka bæjarfulltrúa og Kolbrúnu fyrir þetta. Ég hef engar athugasemdir við þessa bókun. Ég veit nokkuð veginn hvað gerðist á þessum fundi, en það er einn misskilningur sem kom fram í ræðu bæjarfulltrúa Kolbrúnu. Hún sagði að þessi að fulltrúa CML Væslista hefði beðið það að það er gerð út eftir skólum. Það er misskilningur. Greinargerð sem fylgdi þessari ósk mál og dagskrá, ég ætla að fá að lesa hana með leyfi forseta. Tilefni er ósk foreldrafélags Varmárskóla að gerð verði úttekt á skólanum. Það er að segja tilefni er ósk foreldrafélags Varmárskóla að gerð verði úttekt á skólanum. Þessi ósk okkar gerir ekki ráð fyrir að gerð verði úttekt á skólanum, heldur að hafi verið umræða í fræðslunefnd málefni skólann þar sem hlusta verður raddir sem flestra hagsmunaaðila, tilgangurinn að hefja samtal þar sem fræðslunefnd skoði hvort ástæður til að skoða Varmárskóla betur og hvort skólinn fyrir hjálp til þess að bæta skólastarf. Lagt er til að á næsta fundi fræðslunefnd verður byrjað í fjallum og svo sendu við hjálaðar. Og það er einmitt það sem vakti fyrir þessu. Það var ekki að gagnrýna einn eða einn, heldur bara að það færi fram umræða Varmárskóla og að við erum ekki að leggja til að verði gerð úttekt, við erum ekki að segja að foreldrafélagið hafi rétt fyrir sig eða einhver aðrir, heldur bara að það verði hafið vinna til þess að skapa hana frið sem að vera að tala um, til þess að við getum eitthvað nám, til þess að gera, verðum við að tala við foreldrafélag, verðum við að tala saman og byrjum bara á því og förum og sköpum hana frið. En það er ekki hægt að láta sem ekkert sé. Það er ekki hægt að bara fara á stað og segja nei, þetta er bara rugl í einhverjum. Við verðum að fara og tala um þessa hluti og klára. Og ég er alveg sannfærður það okkur tekst það. Ég hef enga ástæðu til þess annars en að við munum búa til. En það er samt þessi núningur hérna sem við skulum bara laga.
Já, þú bæðum orðið aftur, Kolbrún, gjör svo vel. Já, ég þakka Valdimar fulltrúa Viðreisnar fyrir þessi góðu orð og hlýju orð, en við erum ekki viðkvæm fyrir gagnrýni. Það er alls ekki, og auðvitað eigum við að gagnrýna og auðvitað eigum við að tala þetta. En það sem að, já, því ég skal alveg viðurkenna það að þarna, ég kannski tala ekki nógu skýrt að þetta var beiðni stjórnar foreldrafélagsins þessa úttekt, það er alveg rétt. Og þannig að úttekt sem við sem svo sem ekki hver átt að vera og á hverju, til hvaða tilteknum hlutum. En sannarlega eigum við að tala þetta, en eins og ég sagði áðan að samtalið löngu hafið og við getum, og það skiptir líka máli hvernig svona samtal fer fram. Það hljótum við nú öll að vita. Það skiptir töluverðu máli hvaða orð eru notið og hvernig svona, hvaða brag beitt við það. Og svona, þetta hefur verið í töluverðu svona átakastíl og það bara það sem við þurfum, og mér heyrist á Valdimar að allir séu sammála að það sé ekki vænlegt til árangurs. Og þannig að það þarf náttúrulega að lagast og auðvitað höldum við áfram að vinna öllum þessum málum sem að rætt. En við náttúrulega getum ekki þotið hér á fundi foreldrafélaga hér í bænum sem að ræða viðkvæm mál án þess að viðkomandi skólastjórnandi eða framkvæmdastjóri fræðslustigsins fái að svara líka og annað slíkt. Þannig að varðandi þá gagnrýni að við myndum mætt á fundinn sem að kannski, við þurfum kannski ekki að ræða neitt frekar og vonandi allir hafa skilning á því af hverju það var. Þannig að við svona biðjum eiginlega það að við svona höldum að fólk haldi sig við sín hlutverk, við sín verkefni og allir fái að vinna að sínum verkefnum bara áfram og skólastjórnendur á sínum og þá að stjórn foreldrafélagsins varmaskóla viti þá hvert hennar hlutverk En við þurfum að koma þessu upp úr þessum átakafarvegi og ég verð fyrsta manneskja til að og hef sannarlega rétt fram hönd til að vinna með stjórn foreldrafélagsins. En ég einhvern veginn hef eiginlega bara svolítið bakkað vegna þess að mér hefur bara ekki gengið vel að eiga þetta samtal. Þannig að því miður þá hefur það bara verið þannig. En ég fyrsta manneskjan þegar mér finnst vera svona einhver samgefni komin í málið, þá verð ég fyrsta manneskja til að koma aftur á borðinu. Takk fyrir. Já, það Haraldur sem næstur. Gjörðu svo vel, Haraldur. Já, forseti, bara áfram þetta mál. Ég nú líka sem bæjarstjóri fylgst með þessum samskiptum öllum saman og þessum umræðum þennan mikilvæga skóla okkar, elsta skólan í bænum okkar, þann stærsta. Hann stærstur nú mundir, fjölmennastur. Sko, ef það einhver misskilningur það að það hafi ekki verið talað við stjórn foreldrafélagsins eða foreldrafélagið yfirleitt, þá vil ég leiðrétta hann. Ég held að sé ekki búið að tala við nokkra stjórn nokkurs foreldrafélags í þessum bæ meira heldur en þessa ágæti stjórn af öllum aðilum. Og fyrst og fremst eiga náttúrulega samskiptin að vera, og þannig er fyrirkomulagið prótókollin í þessu, að samskiptin eru milli foreldrafélags eða stjórn foreldrafélagsins og skólastjórnenda viðkomandi skóla, og svo skólaráð þar síðan aðili sem að fjallar þá atriði sem það út af standa. Og það búið að eiga ótal samtöl, ótal fundi af skólastjórnendum Varmárskóla með þessu ágæta fólki, af hálfu skólaskrifstofunnar líka, framkvæmdastjóra skólaskrifstofunnar og starfsmenn skólaskrifstofunnar, búið að hitta þetta fólk nokkuð oft. Ég hef hitt þetta fólk, ég hef hitt þessa stjórn líka, ágæti samskipti við reyndar, og þannig að ég vildi bara árétta það að hálfu starfsmanna bæjarins hefur svo aldeilis sé verið lögðræktu það að tala þessa hluti og líka verið framkvæmdir ýmsir hlutir sem að þessi ágæta stjórn hefur lagt til að mynda vil ég nefna
aðkomu erindis vegna mála varðar hugsanlegt einelti eða samskipti stjórnenda og foreldra og svo framvegis. Það var orðið við því og sú vinna í gangi, þetta hafi bara verið mjög góð og ágætisvinna og tek undir það sem að held ég allir sem hér hafa tjáð sig þetta að leyfa nú skólanum að og stjórnendum hans og þeim sem að síðan eru fulltrúar þessara hagaðila eins og nefnt áðan þá þessu tilfelli fulltrúa foreldra að svona vinna sínum málum og ég fekk líka boð það að óskum það að hálfu stjórnar foreldrafélags að mæta á fund í framhaldsskólanum þar sem átti að ræða málefni Varmárskóla. Það var tvær ástæður fyrir því að ég taldi ekki rétt að mæta þar. Fyrsta lagi sú að samskiptin eiga sér stað gegnum stjórnendur skólana. Ef við hér, yfir þetta borð, ætlum að grípa í fram fyrir hendurnar á þeim, þá getur alveg tekið að okkur að reka þennan skóla og gerst skólastjórar og vantarlega þá líka tekið að okkur að stjórna fræðslusviðinu. Þetta fólk hefur þetta verkefni. Það síðan þá áfrýjunarréttur ef að samskiptin eða viðbrögðin eða slíkt ekki fyrir hendi og þá það skólaráðið og síðan framkvæmdastjóri sviðsins og bæjarstjóri og svo fræðslunefnd. En það ekki, þessu var mér sem bæjarstjóra, sýndist mér og síðan fræðslunefnd og svo einhverjum fleirum. Viðverður þeirra á þessum fundi, það var ekki skólastjórar né fræðslusvið bæjarins var upplýst eða sagt frá honum. Þannig að mér finnst þetta bara allsendis röng röðun á því hvernig maður hagar samskiptum sínum. Og ég held að því hafa reyndar verið svarað af hálfu formanns fræðslunefndar í samningsskurði póstfararlútandi. Og það nú ástæðan fyrir því að ég taldi að það væri ekki rétt að mér sem æðsta stjórnanda hér í þessum bæ að fara að taka fram fyrir hendurnar á skólastjórnum og fara að ræða eða þá framkvæmdastjóra sviðsins og fara hér að ræða beint við foreldrafélagið eða stjórn þess með þessum hætti. Þannig að bara öllum sé það ljóst af hverju ég mætti ekki og reyndar sagði frá því að ég mætti á þennan fund. Já, það einn á mælendaskrá, það Sveinn Óskar Gjörðsvöld. Forseti, ég ætla nú að leiðrétta misskilning hjá formanni fræðslunefndar varðandi það að ég hef ekki rætt við minn fulltrúa sem ég gerði bara í gær. Fór yfir þetta og þetta var svona í svipuðum dúr eins og formaður nefndi að þarna væri að ræða leita að sáttinni og það skiptir máli að þessi skóli dálítið sérstakur þannig að við erum með skólan aðgreiningar en það eru þarna ákveðna deildir sem verið að setja á laggirnar og miklar hreyfingar. Ég hef alltaf sagt það í mínum frá því ég var í foreldrafélagi ef að starfsmenn kennarar og aðri starfsmenn, skólastarfsmenn líður vel í starfi, þá líður börnunum vel í starfi. Og það fer á inn á heimilin. Og ég hef alltaf talað að það mætti alltaf bæta í fjármálin og það búið að skera út ölfusáætlun og ýmislegt. En ég ætla ekki að fara í þessi smáatriði. Það sem mér finnst skipta máli að við hlustum, eins og fulltrúi Viðreisnar sagði, við hlustum á allar hliðar máls. Óháð pólitík, þessi foreldrar eru með umboð, nákvæmlega eins og við höfum umboð hér. Og þetta lögbundið hlutverk. Skólaráðið kosið, það líka lögbundið. Þannig að við höfum að bera sambærilega virðingu fyrir þeim sem starfa undir slíku umboði. Og
þá ekki á launum eins og við, heldur sjálfbóðinu, fyrir börnin og foreldra, eins og við berum mikla virðingu fyrir kennurum og skólastjórnendum. Ég hef reynt mitt besta alla tíð að reyna að ræða við alla þessa aðila í góðu og finna leiðir út úr þessu. Nú er það svo að það er eitthvað sérstakt í gangi og við verðum að hlusta. Mér finnst kurteisi að mæta á fundi þegar boðið er fundi. Mér finnst það kurteisi. En svo er það matsatriði hvort að það sé formið rétt á og svo framvegis, það má deila um það. En mér fannst það kurteisislegt að manni að kíkja og hlusta vegna það kostar ekki neitt. Það er engin pólitísk afstaða þar. Það er bara að vera að hlusta. Og upplýstari verður maður og við verðum að gæta því að við þurfum ekki að standa með einum eða neinum í svona máli. Þetta er bara sameiginlegt átak að finna leið. Og ég skil foreldra sem fá börnin sín grátandi heim og við höfum upplifað öll örugglega út af alls konar hlutum. Og sjá einhverja erfiðleika. Það er fólk með börn þar sem eru greiningar að baki og svo framvegis og samfélagið verður flóknar og mikið álag á foreldrum og kennurum. Þannig að við þurfum bara að hlusta og finna þessa mjúku lendingu í þetta. Mjúka lendingu. Og hún verður að hluta til að vera þannig að við sem erum hér komum bara inn ef að þarf til þess að styrkja einhverja liði, hugsanlega fjárhagslega, bara eins og í samningaviðræðum ríkisstjórnar þegar það er að leysa kjarasamninga. Við erum alltaf og við þurfum ekki að taka yfir skóla, við erum að stýra skóla. Við erum bara með framkvæmdastjóra í þessu og í deildum hérna í sveitarfélaginu, en við verðum að hlusta. Þess vegna erum við hérna í pólitíkinni og hlusta á stjórnendur, hlusta á kennara, hlusta á nemendur og foreldra þeirra. Ég segi, hver mánuður, hver dagur sem líður, þegar foreldrar eru áhyggjur úr börnunum sínum, hvernig það kemur út úr þessum skólum, og þessi skóla eða hinn. Það er áhyggjufullt í því hvernig það gengur og hvernig það fer út í lífið. Þannig ég segi, ég skil afstöðu þeirra sem hafa áhyggjur. Ég vil ekki vera með upprópanir, en ég vil árétta það að við hlustum og gætum þess að við gætum þurft að hjálpa til. En við höfum ekki að taka fram fyrir hendurnar stjórnendum, alls ekki. En þegar svona ástand er, þá finnst mér rétt að við reynum að finna leiðir saman. Það var gerð skýrsla 2010 sem ég hef lesið oftar en einu sinni af aðila sem ég meðal annars starfaði undir á sínum tíma, sem var skólastjóri þegar ég starfaði austur sem leiðbeinandi. Það koma marg atriði upp sem ekki búið að framkvæma. Eitt af því var til dæmis skólabragurinn er öðruvísi vegna þess að það er 2 einingar. Og það var einhvern tíma að tala um að byggja þetta á milli og það er breytta forsendur og svo framvegis. Og það eru ýmsir gæðamál sem við höfum rætt í gegnum tíðina og svo framvegis, en enn og aftur reynum að finna leið þar sem við hlustum og líka við, en ekki þrýsta þessu öllu niður í stjórnsýsluna, niður í skólastjórana, vegna þess að þeir þurfa líka að fá áheyrn meðal annars aukin fjárframlög til ýmissa þátta sem hugsanlega geti verið eitthvað sem geti leyst eitthvað í þessu máli. Ég veit það ekki, en ég segi hlustum á alla aðila málsins og ég tek undir það hjá viðreisnarmannum hérna honum, Valdimar, að við eigum að gera það en ekki taka afstöðu með einum eða neinum. Heldur frekar, hugsa bara, leysum þetta eru börnin okkar og finnur leiðina saman. Já, nú eru 4 á mælendaskrá og það er Stefán Ómar og síðan Anna Sigríður, aftur honum, gjör svo vel. Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Mér heyrist nú að við séum öll að tala í sömu áttina.
við tölum fyrir því að það eigi sér stað samræðan og samráðið og það er bara gott. Ég ætla aðeins að leyfa mér að gera grein fyrir veru minni á þessum fundi sem að Foreldrafélagið efndi til upp í framhaldsskólanum fyrir áramótin. Ég fekk bara fundarboð á þennan fund eins og ég held að við öll fengið og ég mætti til fundarins og svo sem bara alveg opinn fyrir því að hlusta á það sem þarna færi fram og átti bara vona á að hitta okkur öll fyrir þar. En svo var ekki og ég var svo sem ekkert að velta því fyrir mér af hverju eða hvers vegna. En það var ekki í raun og veru, ég upplifði þennan fund hjá Foreldrafélaginu ekki sem predikun eða í sjálfum sér sko áraksir á einn eða neitt. Heldur voru þau fyrst og fremst að fræða okkur sem vorum þarna samankomin sína sýn á skólastarfið svona í frekar víðu samhengi. Ég bara man eftir því að ég allavega gerði þeim grein fyrir minni afstöðu eða minni svona skoðun á því þarna strax inn á gólfi á þessum fundi þetta kvöld að rétti vettvangurinn til þess að auðvitað þoka málum áfram og reyna að leysa úr þeim væri vettvangurinn í skólaráði. Þar mætast Foreldrafélagið, skólastjórnendur og starfsmenn skólans eins og skólaráðið er uppbyggt og þar er góðu vettvangur til þess að ræða þessa hluti og ræða alla hluti sem snerta hagsmuni skólans og skólastarfsins og leiða til lykta þar. Þannig að bara til að halda því til haga þá kom ég þessu strax að þarna. En það var svo sem ekki beint tilefni til þess, en ég bara gerði það bara til þess að skýra mína afstöðu til þessa fundar og veru minnar þarna. En að sjálfsögðu þakka ég þeim svo bara fyrir að hafa frætt. Mér fannst ég fá heilmikla einsýn og fræðslu í raun og veru á þessum stöttafundi og það var bara gott. Það var nefnt hérna áðan að þessi vinna hófst fyrir ári og allt þetta og bara gott mál. En bottom lineið er bara þetta að það verða allir að koma að borðinu og það getur enginn hunsað annan vegna þess að þá verður engin niðurstaða. Það þarf að leiða menn í sáttafarveginn og það er nú búið að leiðrétta það hérna að til og okkar gekk alls ekkert út á þessa úttekt heldur þvert á móti. Við ræddum það í okkar hóp áður en við lögðum þetta til í fræðslunefndinni að það yrði öfgalvust og það fólst í okkar tillögu engin afstaða. Við tókum ekki afstaða með eða móti einum eða neinum. Við tókum afstöðu með Varmárskóla. Anna Sigríður, þú næst, gjörðu svo vel. Forseti, ég kem ekki upp undir sama máli og best að vera svona seint í röðinni. Ég þarf að telja upp alla sem ég er sammála hérna inni. Sko, ég vil bara ítreka í fyrsta lagi það sem margur komið hér fram að beiðni okkar var ekki eins og kom fram í máli formanns fræðslunefndar eins og úttekt, heldur þvert á móti. Ég vil taka sérstaklega það sem Stefán Ómar segir að það sem vakti fyrir mér og okkur öllum það eru bara hagsmunir Varmárskóla. Þarna er eitthvað að gerast og við getum ekki hunsað það og það þarf að draga fólk saman til þess að í samtal vegna þess að án samtalsins verði ekki náum engri niðurstöðu. Þessi fundur, það að mæta þennan fund fól ekki í sér afstöðu með neinum eða móti neinum og ég verð að lýsa ég er algjörlega ósammála bæði bæjarstjóra og oddvita sjálfstæðismanna og formanni fræðslunefndar það að það hafi verið það að mæta þennan fund væri á eitthvað tátt til þess fallið við verðum að taka fram fyrir hendurnar á skólastjórunum, jafnvel annarkvæmt að tala við verðum að taka fram fyrir hendurnar á framkvæmdastjóra fræðslusviðs sem reyndar situr hér þennan fund núna að hlusta. Ég skil ekki hvernig við komast að þessari niðurstöðu, þetta er algjörlega kolrangt, þarna kemur fundarboð og
frá fólki, við förum þarna bara sem manneskju sem reyndar kjörnu fulltrúar. Við erum ekki að mæta þarna á einhvern formlegum fundi sem fræðslunefnda fólk eða bæjarstjórnarmenn. Við erum að hlusta á fólk sem vil tala við okkur. Og það er bara grundvallaratriði, ef að bæjarbúar vilja tala við kjörnu fulltrúa, þá eiga kjörnu fulltrúar að tala við fólk. En ég ætla svo sem ekki að dvelja við það. Ég held þetta sé að alltaf komast í réttan farveg. Mér skilst að það sé búið að heimili og skóli sé komin inn í samtalið sem er að eiga sér stað og ég er alveg samfærður um það sem við öll vitum er bara að skólastarf í Varmárskóla fái að blómstra og ég held að skólinn og stjórnendur og starfsmenn skólans hafi fulla burði til þess að vinna að því enn frekar þannig og þeir agnúar sem eru í samskiptum fólks að á þeim verði unnið, en til þess þarf samtal og vilja beggja aðila. Það er bara alltaf þannig. Bara eins og við erum að tala saman hér inni, ef við ákveðum að við ætlum ekki að vera sammála nokkuð skapalegt og setja allt í einhvern bullandi flokkspólitískt samhengi. Þetta mál er ekki flokkspólitískt. Það er það bara ekki, þó að við séum kjörnu fulltrúar fyrir vissa flokka, þá var það ekki á flokkspólitískum nótum til þess að, hvað ég að segja, til þess að snúa einhverju máli í einhvern flokkspólitískt samhengi. Allavega ég mætti á þennan fund. Já, ég bara ætla ekki að lengja mál mitt þetta. Hér er margt og merkilegt búið að koma fram og ég held að við höldum bara áfram veginn, skólastjórnendur halda áfram veginn, foreldrafélagið og náttúrulega með aðstoð skólaskrifstofu þá verði fundin lausn á þeim vanda sem auðvitað, eins og bæjarfulltrúi Valdimar sagði, að það er vandi til staðar og það þýðir ekkert að neita því. Það er bara þannig, til þess að leysa vanda þá þarf þetta samtal, þannig ég er bara gleðst til því að það er komið af stað og takk fyrir. Já, það er Frýr á Mælendaská og ég er hér næstu á Mælendaská og fá að taka til máls þetta stóra mál. Það er þetta mikilvægt mál þegar við erum að ræða málefni stærsta skólans í sveitarfélaginu. Bara þó maður heyrist þessi ákveðin svona tónn sem allir eru vilja snúast á þá sveif að leysa málin eða vinna saman og það viljum við þetta öll, hvort sem að við séum bæjarfulltrúar, fræðslunefnd eða foreldrar, kennarar, skólastjórar. Það sem ég vildi, það finnst mér bara, tónninn verið á þetta borðið sem ég verið að hlusta á aðra bæjarfulltrúa, mér sýnist alltaf að fara í hnígu rétt á. Ég vil aðeins koma inn á ákveðin fund sem hefur verið hér aðeins til umræðu sem var boðað til og ekki allir mættu á. Ég fekk reyndar ekki fundarboð, svo ég taki það nú fram á þennan fund, en vissi þó af fundinum og vissi að ég átti kost sem fulltrúi þess flokk sem ég sitt fyrir. Ég tók það ákvörðun að mæta ekki á fundin og það er ekki vegna þess að ég vil ekki hlusta á foreldrafélagið að ræða málefni Varmárskóla eða skóla yfirleitt. Ég seti alls konar fundi eins og náttúrulega við öll. En þarna var farið svolítið, að ég tel, svolítið rangt í málið. Það er að segja að það er farið, þeir sem eru lykil hlutverki þegar að ræða mál einhver skóla, þá er ekki vandamál einhver skóla, það hljóta að vera skólastjórnendur. Það hljóta að vera líka embættismenn hér í þessari byggingu sem koma að því. Þeir fengu ekki fundarboð, hins vegar fengu fræðslunefndarmenn og fulltrúar flokkana þetta fundarboð. Þannig að ég get alveg sagt það að það var meðvituð ákvörðun hjá mér og okkar flokki að koma ekki á þennan fund. Og ég er búinn að útskýra það og það er ekki með það að gera að ég vil ekki ræða þessi mál. Sama afstæða var hjá fulltrúa VG í fræðslunefnd. En ég ítreka það að mér heyrist að tónninn sé þannig að málið sem að hníga í bara réttan farveg. Það er bara mjög gott. Skólamál eru mjög viðkvæm í öllum
samfélögum, sveitafélögum, það þekki ég sjálfur sem fyrirverandi skólastjóri í grunnskólum og svona samskipti sem að geta farið úr böndunum, foreldrar, kennarar, skólastjórnendur, fræðslunendafólk, og nemendur náttúrulega, það alltaf svona gangu upp. Það svona sérstakt samfélag sem að þekki vel sem kennari og fyrirverandi skólastjóri. Ég vil nú ekki ræða málið sjálfur meira að sinni. Það eru tveir á málendaskrá, það Ásgeir og Kolbrún síðan. Það semst Ásgeir næstur, gjörðu svo vel Ásgeir. Forseti, bæjarfulltrúar, ég kem upp undir sama máli hér og mér langar til þess að ítreka það sem að Bjarki sagði hér áðan og leiðrétta bæjarfulltrúa Stefán Ómar sem að hefur eitthvað misskilið, að hann sagði í sinni ræðu að hann átti vona að sjá okkur öll hér á þessum fundi. Ég fekk ekki fundarboð á þennan fund sem formaður bæjarráðs og það var ekki ætlað til þess að það væri fleiri fulltrúar Sjálfstæðisflokksins á þessum fundi eftir því sem ég best veit. Og ég vil líka taka undir með bæjarfulltrúa Svein Óskari að það að sjálfsögðu kurteisi að mæta á fundi ef að maður er boðaður á þá, en maður telur að fundirnir séu boðaðir með réttmætum hætti og að þeir séu kannski beindir af þeim aðilum sem að ættu kannski sitja á það fundi. Mér finnst enn meiri dónaskapur ef við tölum með dónaskap eða skort á kurteisi, að skólastjórnendur og framkvæmdastjóri fræðslusviðs hafi ekki verið boðaðir á þennan fund. Mér finnst það eiginlega með ólíkindum að það skyldi ekki hafa verið gert. Þetta eins og sé verið að fjalla hér eitthvað stórt fyrirtæki sem hafa verið að taka út eða verið að fjalla möguleg vandamálið eitthvað og að stjórnendur þessi fyrirtækis og þeir sem eiga að sjá þann rekstur, þeir verði ekki á þeim fundi. Þannig að það var mjög sérstakt. En ég fagna því að sjálfsögðu að það er komin betri tónn í umræður varmarskóla heldur en hefur verið nokkur skeið vegna þess að það hefur gustað þetta og eins og framkom hjá bæjarfulltrúa Önnur að þá á sjálfsögðu eiga skólamál ekki að vera flokkspólitísk. Ég trúi því og ég held að það gerir það allir hér inn á þessum fundi að það vilja allir bæjarfulltrúar einfaldlega það besta fyrir alla skólan okkar. Þess vegna eigum við að taka höndum saman að vinna þá vinnu saman og gera það eins vel og hægt er. Og varðandi hvenær hófst samtal og hvenær það endar, að þá er það mín skoðun að þessi vinna hún hvorki hefjist né endi á einhverju sérstökum dagsetningum. Það er einfaldlega vinna hvers einasta dags í þessum skólasamfélögum að halda þeim eins vel í rekstri eins og hægt er og taka á þeim vandamálum sem kom upp og gera ennþá betur í þeim fjölmörgu verkefnum sem kom upp í svoleiðis rekstri. Takk. Já, nú er einn á mælendaskrá. Það er Kolbrún, þú ert reynda búin að tala tvisvar sinnum áður, en þú lítur svo á að það er fyrir að Þegar mér var bannað að fara í þriðaskipti. Fyrirgefðu hérna. Ég var beðin að svara fyrst. Það var reynda meira heldur en spurning bara, Svein og varst að svara. Núna? Nei, áður. Það er bara einu sinni í þessu máli. Nei. Þannig að ég svona ljósi þess að ég hef nú verið frekar stífur á þessu máli eða þessari reglu að sé beinar spurningar og svo bein svör og ekkert annað, þá held ég að við verðum að láta það staða numir og láta þennan kvóta duga. Málinu er þetta ekki lokið þannig að ég lít svo á að þeir eru bara beina spurningar og beinspör, en þetta var meira sem að það var, þannig að ég svona lít þannig á það, þetta atriði. Já, það er endur rétt. Hefur þú á að fá orðið? Já, gjörðu svo vel. Ég var að reyna að finna þetta, bara að finna ekki, en að því hér hafa margir minnst á það að það hefur verið óeðlilegt og sumir kallað dónaskap og annað að skólastjórnendum og framkvæmdastjóra fræðslusviðs hafi ekki verið boðað á fund.
þá verð ég bara upplýst það hér að ég hafði ekki hugmynd það þegar ég fór hann á fund. Ég sá bara fundaboð, ég var ekkert, sko, kannski skilur á ég að lesa nákvæmlega hverju eru boðir, ég bara gera það ekki, ég upplýsa það hér og nú. Þannig að ég hafði ekki hugmynd það, að það væri og einhverjum hefur verið neitað að koma á fund, vegna þess að ég held að það hefði auðvitað verið betra að skólafundur hefði verið á þessum fundi. En þessi fundur er liðinn, við breytum honum ekki og ég vildi bara koma upp, ég lofaði að tala stutt um þetta var eitthvað sem ég vissi ekki af. Nú, það hafa ekki fleiri kvartsir mál sem þetta mál. Ég bara mótmæli, forseti, ég bara hef helling af sem ég þarf að svara. Það er svo ótrúlega furðulegar upplýsingar komið fram hjá þessum bæjarfulltrúum sem er að sverja af sér alls konar hluti sem ég ætla að vona þá bara að Miðflokkurinn taki tilbaka þennan status sem var skrifaður hérna í. Það er hægt að gera stutt, við getum ekki rætt svona í borði, sko. Nei. En spurningar, bara beina spurningar og bein svör, það er hérna, við getum gert stutt fundalíu ef það er óskað eftir og rætt á aðeins. Gjör svo vel, við gerum svona stutt fundalíu og svona. Já, við hefjum þá fund á 9 og við erum að ræða fundargerð fræðslunefndar Mosfellsbæjar frá 23. janúar. Umræðum lokið málefni Varmárskóla en það var reyndar annað mál á dagskrá sem hafði titilinn Tölulegar upplýsingar á fræðslusviði 2018-2019 og eitthvað sem vil ræða það. Svo er ekki þá göngum til atkvæða þessa fundargerð. Þeim sem samþykkja hana eins og einstök mál byrja með sér bendir rétt upp hönd, hún er samþykkt með öllum greindum atkvæðum. Þá förum við í skipulagsmálin og það kemur ekki óvart að það eru langar fundargerðir frá þeim, hátt í 20 mál og það eru 2 fundir. Þessu sinni hélt skipulagsnefnd fund með viku millibili. 25. janúar, 476 og svo viku seinna 1. febrúar. Við byrjum á fundi skipulagsnefndar frá 25. janúar, það voru 18 mál á dagskrá með afgreiðslufundi byggingarfulltrúa og ég gef orðið laust. Það kveður sér engin hljóðs þessa fundargerð. Þá lítið svo á að umræðan sé lokið þessa fundargerð nr. 476 og við göngum til atkvæða. Þeir sem samþykkja hana eins og einstök mál byrja með sér, eru bendur rétt upp hönd, hún er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá kom það næsta dagskrárlið og það er líka skipulagsnefnd. Það var fundur númer 477. Skipulagsnefnd Mosfellsbæjar og fundur var haldinn 1. febrúar og þar voru 17 mál á dagskrá. Og ég gef orðið laust þá fundargerð. Anna Sigríður Guðnadóttir, gjörðu svo vel. Ég kemur upp undir máli númer 1, kannski aðeins að fá útskýringar hjá formanni skipulagsnefndar. Mér skilst að þarna sé verið að tala að taka eitthvað svona fleig, sko. Þetta snýst það að það er fyrirtæki búið að kaupa land sem er ekki á skipulagi en svo kemur það upp úr dúrnum að fleigur af því landi tilheyrir fleka sem er á skipulagi. Og þarna snúast umsóknin það að taka þennan fleig og skipuleggja hann. Mín spurning er svo, ef það á að gera þá hlýtur það að tilheyra deiliskipulaginu sem er þetta með hliðina. Mér skilst að það hafi verið rætt á fundum að þetta er undir sama deiliskipulagi, þá hljóta hvaðir þess deiliskipulags að átómatist að flytjast yfir á flegin. En mér skilst líka það að verið rætt það þyrfti að setja sérstakar hvaðir vegna yfirvofandi jafnvel mengandi starfsemi og að bókun nefndarinnar raun og veru segi það. Nefndin bókar að óska eftir frekari gögnum með nánari skilgreiningum á notkun og umgengni á þessari lóð. Ég bara veltaði fyrir mér, sko, er eitthvað hægt að gera? Þurfi ekki deiliskipulagsskipularnir að færast yfir þannig að það sé ekki hægt að setja þessar kvaðir sem að jafnvel er verið að hugsa um? Og svo er það hitt,
þeir aðilar sem eiga hinn hluta landsins sem fleygurinn í, sem hérna inn á skipulagi, þarf ekki að hafa samráð við þá aðilega ef það tekinn bara pínlítill hluti, hann er deiliskipulagður, gæti það ekki heft þá sem eiga afganginn á landinu í hvað þeir gætu hugsanlega sett upp. Þannig að þarf ekki að gera þetta í einhvers konar, sko, bara spurningin ég er náttúrulega þreytt þegar langur fundur, sko, ekki bara eiginlega ómögulegt að taka svona fleig og láta eins og hann sé einhver sjálfstæð eign því hann það ekki, hann tilheyrir svæði sem inn á skipulagi sem þriðji aðili á. Þannig að já, mér langar bara að heyra sko í formann skipulagsnefndar hvað var rætt þetta mál inn á skipulagsnefndinni. Mér finnst þetta dálítið snúið, en ég veit líka að það ekki upp að afgreiða þetta, en bara fá smá. Ásgeir Sveinsson. Takk fyrir það. Forseti, bæjarfulltrúar. Já, þetta mál nr. 1 á fundi skipulagsnefndar sem breytt landnotkun. Það rétt sem kemur fram í máli Önnu Sigríðar að þetta einstakur fleki hérna sem innan þessa svæðis. Það sem nefndin ákvað var það að skoða það mál að þetta myndi deiliskipulag myndi vera útvíklað þarna þessi umræða vöku, þannig að það komi fram vaka á þetta svæði og þeir óska til að byggja þarna hús. Landsbankinn á flekan við hliðina á þessu og þessi báðir flekar, Landsbankinn og landvöku eru hér í aðalskipulagi athafnasvæði. Það bæði vaka og fleiri eru búin að reyna að fá Landsbanka til þess að deiliskipuleggja þessu svæði sem þeir eiga þarna, þessu landi. Þeir vilja ekki gera það. Hinum megin við þennan fleka sem í endanum á þessum stóra fleka sem skipulagður sem athafnasvæði óbyggt land sem vaka nýbúið fyrst að kaupa á. Og þeir hafa komið með erindi hér inn í bæjarráð og inn til skipulagsnefndar þar sem þeir óskuðu eftir breytingu á landnotkun á því stóra landi úr því að vera óbyggt svæði yfir í athafnasvæði. Því erindi var vísað til breytingar á aðalskipulagi Mosfellsbæjar sem að fara í gang. Það sem máli snýst núna það að það sem þetta í endanum á þessu skipulaga svæði sem athafnasvæði, ekki inn á miðju svæði eitthvað svoleiðis og það ekki sitt hvor landeigandinn sitt hvor með við það, þá var ákveðið það að skoða eftir að hafa fengið meiri gögn og annað slíkt varðandi notkun og annað slíkt á lóðinni og á þeim húsakosti starfsemi sem á að vera, að skoða það að þetta myndi fara í útviklun á deiliskipulagi og þetta liggur þá að þegar deiliskipulögðu landi hérna og þeir myndu þá fá leyfi til að byggja þetta hús undir öllum þeim skilmálum og kvöðum sem okkur dettur í hug að setja varðandi notkun og annað slíkt á þessu svæði. Það kannski skrítið að fara að taka þennan þríhyrning út en hann í sjálfum sér bara mjög skrítinn sjálfur að hann skuli hafa lent þarna í þessari eigu en að Landsbankinn skuli ekki hafa átt hann líka. Ef þetta væri inn í miðju landi Landsbankans þá hefði þetta sennilega aldrei komið til greina en ef þetta verður samþykkt að fara í auglýsingu að þá að sjálfsögðu ef að Landsbankinn kemur með einhverja stórar athugasemdir eða þá aðrir lóðahafar sem eru þegar búin að byggja sína starfsemi á þessu athafnasvæði, ef að þeir koma með athugasemdir varðandi ef þetta verður leyft, þá ber okkur að sjálfsögðu að taka tillit til þess ef að það á rökum reist. En málið sérstakt vegna þess að þetta lítill og skrítinn skiki sem í endanum á þegar skipulögðu athafnasvæði, þeir eiga landið hinum megin, þess vegna fannst okkur möguleiki á að skoða hvort að það væri hægt að veita þessu fyrirtæki framgang sem vill flytja starfsemi sína hingað upp yfir. Við erum alltaf að kalla eftir því að fá fleiri fyrirtæki í Mosfellsbæ. Okkur náttúrulega ekkert sama hvaða fyrirtæki og auðvitað þurfa þau að lúta öllum þeim reglum og öðru varðandi umgengni og annað slíkt. En þetta allavega eins og málið eins og þú bentir réttilega á það í ferli og við erum að kalla eftir frekari gögnum og síðan verður það, ef það verður samþykkt í auglýsingu að þá kemur það aftur inn til skipulagsnefndar þegar að ef koma athugasemdir varðandi afgreiðslu málsins. Ég vona að þetta svari spurningum. Takk. Anna Sigríður, Björnsson. Þakka bæjarfulltrúa Ásgeiri fyrir greinargóð svör.
beiðnin að setja landið sem var fyrstu kaupa á, sem núna landbúnaðarland, beiðnin að gera það athafnasvæði því henni vísað í endurskoðun aðalskipulags sem bara fínt. En núna samt verið að ákveða jafnvel verður niðurstaðan að þið verið leyft að byggja hús þarna. En þá ekki bara búið að ákveða fyrirfram hver niðurstaðan aðalskipulagsins verður með landbúnaðarsvæðið? Það verður að leyfa fyrirtækinu, ef það fer fram, ég veit ekkert það, þið eru að vinna þetta, að byggja einhverja skemmu á sama tíma og aðallandið, því hvort það eigi megin að nýta það sem athafnasvæði, að því vísað í endurskoðun aðalskipulags. Það bara segir mér að það hljómar allavega eins og sé búið að taka ákvörðun að það verði leyft, skilurðu, en ég ætla ekkert að fullyrða það. En ég bara verð að segja, og án þess að hafa, náttúrulega, ég bara samast á þið, eða meira að segja ég á eftir ykkur, því að þið eru að vinna þetta inn í skipulagsnefndinni og ég bara heyri af þessu eftir á. En ég verð að segja bara, mér langar að segja hérna núna, að eins og staðan núna, þá ég ekki spennt fyrir því að fá bílakirkjugarð. Við rætum Mosfells, við innganginn í Gullna hringinn, þetta verður kannski Gullni bílakirkjugarðurinn, fyrsta stopp túristana þegar þeir fara hringinn hjá okkur. En mér finnst ekki mjög spennandi. En við skulum sjá hvað kemur út úr endurskoðun aðalskipulags. Gæti verið fornbílar. Ásgeir Gjörsvörð. Gæti verið fornbílar. Forseti, varðandi það að þetta hafi einhver leiðandi áhrif varðandi ákvörðunartöku endurskoðun aðalskipulags á því óbyggða svæði sem þeir keyptu, þetta ekki landbúnaðarsvæði, þetta óbyggt svæði, þá engin tenging þar á milli. Það akkúrat málið. Þessi fleki á þegar skipulögðu athafnasvæði sem stórt við hliðin á þessum byggingum sem eru þegar komnar þarna. Þetta endi á því athafnasvæði. Ef að Landsbankinn hefði verið tilbúinn til þess að deiliskipuleggja sínu svæði á sama tíma og þessi, þá verðum við sennilega ekkert að ræða þetta. Vegna þess að það ekkert sérstakt við það að við séum að mögulega leyfa að byggingu á hús, ef það verður búið að deiliskipuleggja hana, á þessum fleka sem þegar á skipulögðu athafnasvæði í Mosfellsbæ, samkvæmt aðalskipulagi. Það að þeir séu búin að kaupa sér þarna land sem þá bara algjörlega, það dregin lína þar á milli, það hefur ekkert með þetta að gera. Vegna þess að ef að við myndum leyfa þetta og síðan kæmi niðurstaða úr því að það ekki orðið við þeirri beiðni hjá þeim að þeir myndu fá að breyta þessu landi sínu í athafnasvæði sem núna óbyggt. Það hefur ekkert með þetta að gera. Þessi reitur myndi alltaf byggjast upp, hvort sem það myndi gera það núna eða þegar Landsbankinn eða sá sem myndi eiga þær lóðir eða hvað sem Landsbankinn ætlar að gera við þetta myndi gera slíkt saman. Þannig að það engin tenging þar á milli. Og það sé búið að ákveða eitthvað fyrirfram eða það hljóma þannig, það alls ekki þannig og ég vil benda á það að ef að verður farið í það að verða við þeirra beiðnum það að breyta þessu óbyggða landi yfir í athafnasvæði, þá krefst það breyting á deiliskipulagi höfuðborgarsvæðisins, svæðaskipulagi höfuðborgarsvæðisins, þannig að það stærra mál heldur en að við bara tökum ákvörðun. Þannig að það engin tenging þarna á milli. Já, einhverju fleiri sem vilja ræða þetta mál? Það var mál nr. 1 og þá umræðan lokið það, en það voru þarna mörg önnur mál á dagskrá. Vilja bæjarfulltrúar að ræða einhver mál þar? Skipulagsnefnd 1. febrúar, nr. 477. Svo virðist ekki vera, þá umræðan lokið þessa fundargerð og við göngum til atkvæða. Þeir sem samþykkja hana eins og einstök mál bera með sér eru bænir að rétta upp hönd. Og fundargerð skipulagsnefndar 1. febrúar samþykkt einróma. Þá komur umhverfisnefnd sem hélt líka 2 fundi með vikumillibili. Það 1 mál á dagskrá, endurskoðun á umhverfisstefnu. Við tökum fyrst fyrir fund nr. 195 frá 17. janúar og ég gef orðalaust. Ég langar aðeins að taka til máls þennan fund og það sem ég segi gildir svo sem alveg næsta fund, þetta voru vinnufundir. Svo kemur hér fram, titillinn endurskoðun umhverfisstefnu fyrir Mosfellsbæ, það var kannski að
að það ferli hafa nú hafist hér með mjög góðum íbúafundi upp í framhaldsskóla á síðustu ári, marsmánuði minni mig. Og síðan hefur þetta haldið áfram og er að verða svona móta sem stefna, það er ekki mikið mið af heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna. Og það var bara mjög gott að halda þessa vinnufundi, það var bara eitt mál og allur tíminn fór bara í þetta eina mál. Og hérna 17. janúar og síðan aftur 24. janúar. Það er þetta sem ég vildi segja um þessa ágætu vinnu. Já, gerðu svo vel, Anna Sigríður. Forseti, ég er ekki undir hvort, ég er komið upp undir öðru fundurinn, sko. Já. Bara sama og þú. Já. Bara gott mál að ég verið að vinna umhverfisstefnu, mér finnst það bara alveg frábært og við skulum endilega vanda mjög til verka þar. Mér langar bara til þess að segja sko, að því mér finnst umhverfisstefnan, hún er svo víðfeðm, þetta bara snertir á öllu sem við erum að gera. Hefur verið sko eitthvað rætt eða ákveðið að þegar draugin verða kannski komin aðeins lengra að þau fari til annarra nefnda í sveitarfélaginu til kynningar og jafnvel svona að það getur komið inn sem sagt eitthvað sem bara úr fræðslunefnd sem að umhverfismálin snerta aldeilis fræðslumálin og þannig að það er mín spurning og eiginlega svo ég geti sparað með ferðingar þá eiginlega leggja langar mig einhvern veginn að leggja það til að umhverfisnefnd geri þetta, hvernig get ég lagt það til hér sem tillögu eða hvernig snýi mér því Er forseti? það komið á framfærið fulltrúa þins flokks í nefndinni? Það er rétt forseti, ég get gert það. Já. Kannski. Þessi vinn er ekki búinn sko. Nei, ég er að segja að þegar þetta er komið þess lengra þetta fari þá vegna þess að þetta er ekki, sko, þetta er bara umfangsmikil stefnu, alveg svo við að það er eðlilegt að stefnumálum með eldri borgara fari til öldungaráðs, auðvitað sem allir eru sammála. Þetta sé ekki eins dæmi náttúrulega, en mér finnst einhvern veginn þegar við erum að tala um hverju stefnu bæjarins, að þá eigi svona, að það fari einhvers konar samráð innan nefnd fagnefnda bæjarins, en ég bara byrður á Samfylkingar í umhverfisnefnd að leggja þetta til. Já, fleiri sem að vilja ræða þessa fundargerð. 17. janúar, svo virðist ekki vera, við skulum þá ganga til formulegra atkvæðagreiðslu. Tökum fyrst fyrir fundinn í 17. janúar, nr. 195, í umhverfisnefnd. Sú fundargerð er samþykkt samhljóða og síðan aftur viku seinna, fundur nr. 196, 24. janúar. Og hún er samþykkt líka með 9 atkvæðum. Og þá er komið ungmennaráði Mosfellsbæjar sem hélt fundur nr. 53. Það var haldinn 23. janúar. Þarna voru 4 mál á dagskrá, kærleiksvikan í Mosfellsbæ og endurskoðun menningarstefnu Mosfellsbæjar og þeir komið sem stað henni mitt og hún sé mest að forræði annarra nefndar. En 4 mál eins og þið sjáið og Anna Sigríður Gunnardóttir, þú hefur beðið það móðið, gjörðu svo vel. Forseti, öllstutt bara, forseti nefndi hér í innganginum að þessu að þarna fjallar ungmennaráðið endurskoðun menningarstefnu, algjörlega til fyrirmyndar að menningarstefnu fari sem sagt í umsökju þetta er akkurat þetta sem ég er að hugsa og auðvitað ætti náttúrulega ungmennaráðið að fá umhverfisstefnu líka, ekki bara þessar fasta heimanefndir, sko, heldur líka ungmennaráð og svo öldungaráð, þau erum búin að kjósa í það, ég ætla bara vekja athygli á þessu, það er það sem ég var að tala hér áðan. Haraldur Sverrisson hefur beðið orðið fundargerð ungmennaráðs. Bara aðeins þetta, ég reyndar skil þetta sannið að það sé nú aðeins eðlismunur á þessu. Þarna er sko menningarstefna ekki að fara til umsagnar ungmennaráðs, heldur er ungmennaráð beðið innlegg inn í menningarstefnuna og sko á frumstigum þeirra vinnu. Þannig að það er svona meira verið að gera þá að þáttakandi eða þau að þáttakandum í vinnunni. Það þótti skortur á því þegar haldinn var fundurinn menningarstefnuna í framhaldsskólanum að ungt fólk mætti ekki á þann fund. Voru við þessum eldri einanguðum handhaldið og þess vegna var
leita til ráðsins varðandi þetta. Ég held að koma því að framfæra mist eðlismunur á því en að senda einhver drög, einhver stefnu til umsagnar. Heldur en að fá, eins og til að mynda í þessu tilfelli, þau til þess að koma með hugmyndir sem geta verið þá innlegg í drögastefnu. Nú má ég ekki koma aftur, en ég er sammála bæjarstjóranum hérna en ég samt... Þú er talað bara eins og þú. Má ég koma aftur? Já, reyndar Kolbrún var á undan með Nei, þetta er annar mál. annar máli, ok. Já, gjör svo vel, annars er Afsakið forseti, ég er búin að missa tölu á undir hvaða máli ég er að tala. Mikið rétt hjá bæjarstjóranum. Mér finnst þetta algjörlega, auðvitað hefði verið gaman ef unga fólki hefði fjölmynd á fundinn, en mér finnst algjörlega þetta fyrirmyndar að fara með málið inn til ungmennaráðs og ég er alveg saman að það er dálítið munur á því en því sem ég var að tala um, en það breytir ekki því að stefna eins og auðvitað menningarmálastefna líka mjög mikilvæg og mætti fara inn í alla nefndir en bara þegar við erum að tala um stefnu okkar hvað varðar umhverfismálin sem eru bara stærstu mál 21. aldarinnar að þá eigum við vegna þess að betur sjá augu en auga og ég hef alveg fullt á trú að það getur komið gott input frá einhverjum fulltrúi fræðslunefnd eða ég tala ekki um skipulagsnefnd þar hljótaði nú að hafa áhuga á umhverfismálunum við skulum vona það en ég er alveg sammála bæjarins með það er eðlismunur á þessu tvenni sem ég var að tala um og svo upphaflega afsakið forseti, ég er að vísa til máls míns undir einhvern öðrum fundi og svo núna undir ungmennaráði. Já, einhverju fleiri sem vilja ræða annað mál sem hér endurskoðun menningarstefnu. Þú verður ekki verið þá er umræðan lokið við það mál en Kolbrún, þú varst búin að biðja um eitthvað annað mál. Það voru 4 mál á dagskrá þarna þessu sinni í ungmennaráði. Já, forseti, þetta er svona svolítið gild fundar, þegar við svolítið góð og mikil dagskrá á þessu fundi, bara ánægð með það að við þurfum að einmitt að fara að virkja ungmennaráðið vel og senda það betur og senda til þeirra málefni og ég tala ekki um svona málefnisstrætt og annað slíkt sem við þurfum að tryggja notendur að, þannig að við þurfum að vera dugleg og minna hvert annað á og minna á að senda málin til ungmennaráðs. En það er einmitt mál nummer 1 sem langar til að tala um. Það er landsþing ungmennahúsa sem verður bara haldið hér í Mosfellsbæ eftir mánuð, 1. og 2. mars, bara vekja athygli á því að þetta er gríðarlega metnaðarfullt verkefni og það er gaman að heyra að þarna eru öflug stjórn ungmennaráðsins en ég vil samt kannski í sambandi vekja athygli á því að það eru eingöngu kvenfólk í þessari stjórn ungmennaráðs. Það er eitthvað sem við þurfum að huga að. Og jafnvel þurfa þau og kannski drengirnir okkar einhverja aðstoð og áminningu um það að þeir eru líka að taka þátt. Við rákum augun í þetta og mér finnst þetta ekki gott en ég veit þetta er allt mjög góðar konur sem þarna eru, góðar ungar stúlkur og mjög öflugar en það þurfa að vera bæði kyn og ég held bara að þegar við erum að minna á kosninguna í þetta ráð að svona strákarnir kannski fáum við síðan snift í það og ég er alveg viss að það eru þarna alveg strákar sem vilja sannarlega taka þátt í þessu. En einhvern veginn það fór þetta svona núna og við þurfum bara að hafa það í huga næst að minna á þá sem að halda utan um svona kosningar og að þetta gerist ekki því að þetta er ekki gott, jafnvel þó þetta sé, eins og ég segi, þetta er góðar stúlkur að nynni örugglega en við þurfum að hafa gætur á þessu. En sem sagt 1. og 2. mars þá verður ungmennaráðið með opinn fund. Nei, þarna verður að tala um opinn fund til að undirbúa þetta landsþing. Það verður sem 28. febrúar, nánar auglýst seinna, en það er kannski svolítið nálagt fundinum, ég er að segja það núna, þarna þessum landsþingi. En allavega þá er þau að fara að halda stórt landsþing, brúum bilið ungt fólk til áhrifa og það verður mjög áhugavert að fá að heyra umræðurnar sem fara fram á þessum fundi og vonandi fáum við eitthvað að vita á bæjarstjórnin það hvernig það hefur gengið og jafnvel kannski fá að heyra svolítið undirbúninginn að þessu landsþingi því að þetta er mjög mikilvægt að við fáum að heyra þeirra raddir, hvað þau eru að hugsa og öll okkar þjónusta og það sem við erum að tala um hér við bæjarstjórnarborðið varðandi ungt fólk, heldur betur og íbúa þessa sveitarfélags er unga fólki og við þurfum að fá að heyra þeirra raddir þannig ég vildi bara svona vekja athygli á því og ég kannski vonandi fá við boð fá að vera kannski að sitja einhverja
fundi eða sjá dagskrána þegar hún verður ljós, hver hún verður, og það verður gaman að kíkja eins á þau og sjá hvað þau verður að fjalla um. Ég vildi bara vekja athygli á þessu, forseti. Já. Björn Óskar, fyrsta mál þá, eða ekki satt? Sem sagt, opinn fundin. 53. Já, opinn fundin. Ræða mál sem Kolbrún var að ræða. Nei, Fjórða málið. önnur mál. Já, fyrirgefðu. Já, bara áður en að ég hleypi þér að, er einhver sem vil ræða Ég var eitt, það sem Kolbrún var að ræða? Ég kæmi bara til þess að vera sammála og fagna. Þannig við getum lítið á að það sé útrætt mál. Númer 1. Gjörðu svo vel, þú vilt ræða mál nr. 4, það heitir önnur mál, ungmennaráð. Já, ég rak nú augun í hérna umræðu þar, en áður en ég fer kannski beint í liðið með leyfi forseta, þá var ég líka á refnum og það þarf að uppfæra vefinn með réttum fulltrúum. Bara árétta það kannski að koma því fram, að það sé nefndarmennir, nöfnin þeirra séu rétt, það er frá 2017 held ég, sem þar er. En varðandi önnur mál þarna undir, þá er nú spurning að varpa því til fulltrúa Strætó, því að krakkarnir eru að árétta þarna að leið 15 sé ekki að flúkta nógu vel við aðra leiðir í bænum. Já, þetta er fjórða mál. Þú ræða það? Hann beindi spurningu. Já, gjörðu svo vel. Ásgeir Sveinsson. Forseti, fulltrúar. Samræming milli leiðar 15 og leiðar 7 í Mosfellsbæ er vandamál sem er því miður ekki búið að leysa. Það er verið að vinna að lausnum, mögulega lausnum hjá Strætó. Ég er búinn að vekja athygli á þessu og búinn að vera í sambandi við þá varðandi þetta. Því miður þá er þetta frekar flókið vegna þess að það eru svo stærri hagsmunir sem eru þeir meðal annars að ef þetta myndi passa vel hérna saman, að þá gengur þetta ekki niður í Ártúnsholti sem eru miklu fleiri sem að hittast á sama tíma. Þannig að þetta því miður ekki náðst ennþá, en það er ekki útilokað að það náist einhver flötur á þessu og hérna, þetta er í vinnslu og ég skal láta ykkur vita leið og það kemur endanlega niðurstaða hvað þetta varðar. En þetta er búið að vera að vita þetta vandamál og því miður þá hefur ekki tekist að leysa það ennþá. En málið er í vinnslu og vonandi fær það farsæla lausn. Já. Fundargerðin er þá til umræðu, eitthvað sem ræða. Fjórða mál, eða þá kærleiksvíkuna nr. 3. Fara að spila félagsins með öldungaráði. Fundargerðinni. Vilt þú ræða mál nr. 3, Kolbrún? Þarna 4. 4, já. Má ég búið að loka það? Já, nei, það er ekki búið að loka því. Gjörðu svo vel. Já, forseti, þessi liður sem heitir önnur mál, sem eru ein 4 mál, eða allavega 3 mál, já 4 mál sem að mér þykja bara svolítið stór og merkileg mál og mér finnst að þau eigi bara að fá þann sess sem þau eiga skilið og við höfum kannski ekki oft séð það í fundargerðum að það sé eitthvað svona önnur mál af því að þetta týnist. Mér finnst þetta risastórt mál með Strætó, mér finnst þetta risastórt mál með söluna í Íþróttahúsinu, mér finnst þetta útvarpið kannski ekki þetta, en ég meina hópefli í Mosanum, mér finnst það risastórt mál. Af því að þarna erum við að tala bara svolítið svona vináttu og samskipti milli ungs fólks. Þannig að ég bara skora á og bara hvet ungmennaráðið til að rauninni gefa þessum málum öllum bara sitt vægi og svo við getum rætt þetta. Og jafnvel eins og það kemur fram þau vilja fá fulltrúa Strætó einu sinni fund. Það er bara alveg, ég hef viss það að Ásgeir Sveinsson mætir galvaskur á þann fund. Og við erum alltaf að tala söluna á hollum mat í Íþróttahúsinu og það er eitthvað sem er í stöðugri skoðun og bara gott að þau hafi skoðun á þessu. Þannig að ég vil bara fá að heyra hvað þau hafa að segja um þetta mál. Þannig að ég held að þetta á ekki að vera undir heitinu önnur mál. Það er svo vel. Já, ekki þetta önnur mál.
svo er annars yfir. Forseti, ég vil bara taka hjartal, ég algjörlega sammála Kolbrúnu þennan lið, önnur mál undir fundargerð ungmennaráðs, hún fór bara mjög vel yfir það. Sko, kannski er það bara spurning að vanti leiðbeiningur það að það er send út dagskrá og svo þetta ungi krakkar og þau vilja ræða þetta, að þá sé þeim leiðbeindu það í upphæði fundar, þá bara gerir þau svo við, hafðu bara atkvæðagreiðslu það að taka mál á dagskrá og þá er það komið inn á dagskrána og þá getur þau rætta undir liðum og við og þá fer ekki svona stór mál eins og ég er sammála Kolbrúnu, bæjarfulltrúa Kolbrúnu með að þá farið ekki, þetta hefði í raun og veru að hæglega geta farið fram hjá okkur, við erum búin að vera á löngum fundi, þetta er með síðustu fundagerðum, þið vitið, og það er einhver liður önnur mál og þetta hefði geta farið fram hjá okkur. En ég bara glöð að Kolbrún kom upp og nefndi þetta, ég held þetta sé kannski spurning bara leiðbeiningur hvernig er hægt að koma þessu fyrir. Já, Sveinn Óskar önnur mál, eins og liðurinn heitir. Já, forseti, nálega sá sem stendur hérna opnaði málið því ég grúskaði aðeins, en þetta er alveg rétt hjá okkur, þetta eru stórmál þarna og ég held að til dæmis sú ábending að kannski fulltrúi Strætó myndi kannski heyra í Strætó og svo í krökkunum. Ég finnst það bara frábært ef við getum unnið þetta svona. Og varðandi máltíðir í húsnæðum niður frá og svo framvegis, allt til að koma þessu að. Þetta eru framtíðar pólitíkusar eða áhrifafólk og það að sýna þeim athygli er bara hið besta mál og að gera það og ég skora á fulltrúa okkar í Strætó að fylgja því eftir sem fyrst að svara þeim. Já, einhvers sem við ræðum þetta frekar, þetta fjórða mál. Nú, þá er umræðan lokið þessa fundargerð, ungmennaráðs Mosfellsbæjar frá 23. janúar á fundinum 53 og við göngum til atkvæða. Þessi samþykki þessa fundargerð eins og einstök mál bera með sér, hún er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá eru kaflaskipti á okkar ágæta fundi, því nú er komið að fundargerðin sem eru hér eingöngu til kynningar. Þar voru 6 fundargerðir. Og fyrst er það afgreiðslufundur byggingafulltrúa. Það var haldinn fundur 18. janúar síðastliðinn, 6 mál á dagskrá þar. Einhvern sem vil ræða eitthvað þar. Svo virðist ekki vera. Og þá er sú fundargerð lögð fram. Þá förum við í næstu fundargerð og það er fundur sem var haldinn í Skógarhlíð 14 í bækistöðum slökkviliðsins. Slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins, fundur haldinn 18. janúar. Og við laustum þessa fundargerð. Það hefur engin hvað sér ljós og þá er sú fundargerð lögð fram og þá förum við á Gylfaflöt, þar sem bækistöðvar Sorpu eru. Það fundur í stjórn Sorpu byggðasamlagi 18. janúar líka á fundur nr. 403. Orðið er laust. Þá fundargerð. Sveinn Óskar hefur beðið orðið, gjörðu svo vel Sveinn Óskar. Forseti, ég ætla að fá heimild til að tala svona örlítið almennt þetta atriði. Ég vildi fá fulltrúa Sorpu kannski til að segja lítið frá hvort það sé einhver lausn í bígerð varðandi óvirka efnið sem hefur ekki náðst að koma fyrir vegna brostna forsinda á Suðurlandi og bara spyrja því að við eigum von á fulltrúa Sorpu á morgun á fund. Trúum. Eða bæjarstjóri eða geta það svarað. Haraldur, hefur það gjörðu svo vel? Forseti, nei, það er ekki neinlaust komin í það mál. Ég fór hérna ágætlega yfir það held ég. Það hefði verið á síðasta eða þarsíðasta bæjarstjórnarfundi hvað það mál verið stakkað á Suðurlandi. Ég sagði reyndar líka að það væri viðræður í gangi við Austurland vörðum stað þar.
Það stendur yfir en það liggur ekki fyrir með niðurstaði því miður. En þessi, ég vil kannski benda á það því að maður tala hérna almennt að fyrsti liður í þessu fundargerð sem samstarfið sameining Kölku og Sorpu einmitt hluti af þeirri hugmyndafræði sem var sett fram í eigendarsambandinu frá 2013. Sem líka talað samstarf við aðra landshluta og Suðurlandum óvirkan úrgang. Það er að segja að við náum að búa til þessa þríliðu, annars vegar gas- og jarðgerðarstöð, urðunarstaði fyrir óvirkan úrgang og brennslustöð. Og þannig að í mínum huga nú að dagskrá hérna bæjarráðs á morgun kynning á því frá Sorpu og Capacent að það mjög mikilvægur þáttur og liður í því að þessi hugmyndafræði nái fram að ganga. Þetta Sorpa, vill ykkur ræða þessa fundir frekar? 18. janúar Kolbrún. Forseti, það mál númer, það sem sagt í fundargerð Sorpu það varðandi Leirvogstunguna og þessi könnun sem er gerð reglulega. Númer 6. Já, númer 6, ég ætla svo sem ekki að, ég bara vekja athygli á þessu, að þarna því ég veit það að þetta Leirvogstungukverfið svolítið undir nánarauga stjórnar Sorpu og þarna náttúrulega þessi spurningalisti þarna náðist til 250 manna rúmlega sem svöruðu þessar spurningu og þessum spurningum og þetta náttúrulega bara tekið alvarlega þegar þessar spurningar eru settar fram og þessi Gallup sem vinnur þetta og þarna í spurningunni á Hildan Líti hversu ánægður ertu eða neikvæð ertu þú gagnvart Sorpu, þetta er líka við gagnvart Sorpu, þannig að það er gott að sjá að fólk nú ekki búin að missa alveg þolinmæðina gagnvart aðgerðum í Álfsnesi, þannig að vonandi erum við að sjá fyrir endan á því að þarna verði þegar gas- og jarðgerðarstöðin rís að þarna verði skapist ákveðin ró Álfsnesið og fólk hætti að finna lykt hér hásumar og svona einhver leiðindi sem að ganga yfir. En hitt náttúrulega eins og kom fram hérna áðan í máli bæjarstjóra stöðuna á óvirka úrganginum sem er kannski það sem við þurfum að leysa, en svona annars fáum við kannski heyra betur það mitt á fundinum á morgun stöðuna á þessari samningu, þannig að en svona heildina lítið þá held ég að sé mjög gott að við þessar niðurstöður úr þessari könnun að fólk svona frekar rólegt og við erum bara nokkuð þakklátt því, en auðvitað eru einhverjir sem eru óánægðir og þetta truflar en flestir ekki. En svo hef ég líka heyrt að fólk vil ekki tala niður eignirnar sínar og vil ekki láta vita að það sé lykt og annað slíkt, en við erum líka fullkomlega, það búið að breyta svolítið spurningunum. Við erum að biðja hreinskilið svar. Þetta er ekki eitthvað sem birtist í þessar niðurstöður eiga bara að vera þannig að já, hvað ég segja, allir ná að vera heiðarlegir í sínum svörum. Það skiptir máli. Takk, forseti. Já, þetta Sorpa. Einhver sem vil ræða það eitthvað frekar. Og þá förum við í mjóddina. Það var fundur í stjórn Strætó 11. janúar síðastliðinn. Orðið lest þá fundargerð, fundur númer 298. Það er 7. liður önnur mál fundargerð þessa fundar sem ég ætla að inna fulltrúa okkar hjá Strætó eftir mælaborðið sem að það er getið rekstur 2018. Það sem sé þetta gagn fylgir ekki með hvort að hann geti sagt okkur eitthvað hvað kom þar fram vegna þess að það er líka annars staðar í fundargerðinni að markmiðið er að fara í mikið markaðsátak en ég hefði áhuga á því að ef hægt er að fá að sjá þessar niðurstöður þarna sem að tilgreindar undir önnur mál, það er þetta mælaborð sem er þá einhverjar upplýsingar stöðun punktstöðun í rekstrinum. Já, Ásgeir Sveinsson, þú svarar þessu.
Forseti, meðfulltrúar, það er sjálfsagt að kalla eftir þeim upplýsingum eða því skjali. Það hefði með réttu kannski átt að liggja þarna undir í þessari fundargerð. Mælaborðið tók á auðvitað bæði rekstrinum og einnig þeim áætlunum sem voru gerðar hvernig þær gengu eftir. Það var farið í mikla breytingar á byrjun árs 2018, sérstaklega varðandi næturakstur á strætó sem var tilraunaverkefni Drengsárs og það er verið að fara í gegnum reynsluna á því. Það er hagræðingarkrafa sem liggur fyrir hjá stjórn strætó fyrir árið 2019. Þrátt fyrir það hafi gengið nokkuð vel að fá aukningu á farþegum. Það hafa aldrei verið fleiri farþegar í strætó heldur en á árinu 2018, en það var farið í viðamikla breytingar á gjaldskrám í afsláttum og öðru slíku sem var kannski svolítið bratt, sem að gera það verkum áætlun að náðist ekki. Þannig að það er í loka vinnslu núna áætlun fyrir 2019 og í henni liggur talsverð hagræðing sem að lítur að því að það er verið að taka út til dæmis úr þessu tilraunaverkefni það leiðir í næturstrætó til dæmis sem að eru langt óhagstæðar og það er ekki verið að skera niður flatt heldur, það er að fara faglega í það niðurskurð sem það á þarf að halda. En ég skal kalla eftir þessu skjali sem að mælaborðið er. Takk. Já, fyrir ekki að hafa ekki hvað sér fjós. Jú, þetta er vel. Myndi ekki strætó. Þessi myndi var nummer 298. Já, bara örstutt, forseti, varðandi eflingu almenningssamgangna, að þá fekk ég kynningu á því. Mér langar til að spyrja kannski okkar fulltrúa inn í stjórn strætó að ég hef ekki heyrt af þessu annars staðar en niður í umhverfisráðuneyti. Þar hitti ég upplýsingafulltrúa strætó varðandi það að það sé verið að fara í verkefni sem heitir Grár dagur og eflaust kannast okkar fulltrúi við það. Þetta varðar það og hún upplýsi ykkur leyndarmál, en nei, þetta er ekki leyndarmál. Þetta er mjög spennandi verkefni og frábært einmitt svona markaðsátak við strætó að ég kom þarna inn með hatt samgöngustofu þarna inn og þetta Grár dagur, hann sem sagt miðast við það að hvetja fólk til að taka strætó þegar spáin er þannig að það stefnir allt í mjög mikið svifryk á höfuðborgarsvæðinu. Og þá eigum við hinn sem að getum tekið strætó og erum nú dálítið sterka tvo fætur undir okkur að geta jafnvel að bóta strætóstöð og tekið strætó í bæinn og kannski fyrir þá sem að eru með astma og lungnasjúklinga og annað slíkt sem að við hér svífur mikið ryk og þessi grái dagur er sem sagt unnin í samvinnu við umhverfisráðuneytið, Umhverfisstofnun og fleiri aðila. Veðurstofuna væntanlega? Veðurstofuna, akkúrat Veðurstofuna, því þá átti að koma inn svona einhver tákn á skjáinn, á kortið að morgun er spáin þannig að það verður líklega grátt ský yfir höfuðborgarsvæðinu. Og þá erum við sem erum aðeins að hugsa og viljum bæta samfélagið, sýna það í verki og það verður farið einhver herferð og einhver þekktir aðilar sem ætla að sýna það að þeir séu að taka strætó, göngum út í strætóskýli og tökum strætó í bæinn til að minnka svifrykið. En þannig leiðin á að kynna appið, þetta frábæra strætóapp og auðvitað þurfa hundruði bíla að hverfa á götunum til og allir að fara nagladekkjum til að þetta hafa ykkur áhrif. En þetta hefur samt, allt hefur áhrif, þetta minnsta hefur áhrif. Þannig mér finnst þetta algjörlega frábært framtak hjá strætó að fara í þetta verkefni og þetta var eflaust eftir bara, það var örugglega eftir að fara fyrir stjórnina, ég skal ekki segja hvort sem er, þetta er frábært verkefni og þetta á að vinna þetta í samvinnu við sveitarfélögin. Þetta á eftir að koma inn á okkar borð, ég er bara að skúbba sko. Og það er líka verið að tala um það að gefa afslátt ákveðnum hópum, frítt í strætó þennan dag eða eitthvað slíkt, en þú skar að notir samt appi til að komast inn, þetta er líka að fá fólk til að kynna sér appið. Þú fær frítt inn, ef þú ferð inn þá setja þér eitthvað fítus inn í appið til að þú sækja inn meðan hann er frýr þennan dag. Þannig að það fá fleiri notendur og mér finnst þetta brilljant. Þannig ég vildi bara segja ykkur frá þessu. Strætó er að gera frábæra hluti í eflingu almenningssamgangna. Þetta var undir liðnum sem sagt eflingu almenningssamgangna, númer 3 í fundargerð strætó. Takk. Heyrðu, já, þetta var strætó. Spennandi heitir Grár dagur. Hvernig skar hefur böðmóðið? Gjör svo vel. Nei, ok. Skrifni. Forseti, ég ætlum ekki að koma hérna til að verja einkabílinn, en ég hef farið nokkuð víða þar sem að
eru gráir dagar. Og nú ferðum núna nýlega erlendis þar sem eru mjög margir gráir dagar. En hér í Reykjavík vandamálið í grunni það að það ekki verið að þrífa götuna nægilega oft. Og þetta svifryk sem hleðst bara upp á jöðrum vegkanta. Og ég skal segja ykkur það að reglulega þegar maður fer með bílinn í spurningu, þá læt ég alltaf skipta loftsíðum sem er þá á miðstöð. Það er vegna þess að dætur mínar og eiginkona er með ofnæmi, en ég bara segi hreint út sagt að það fyrir að líða því. Ég er nú að sjá hérna að séu búa hérna með grímur. Það sé fara fleiri að vera með grímur og ef þú fer í strætó og það sé þá ekki nema þá allir fari í strætó þann daginn, þá verður grá dag. Og þá verðum við hinn sem förum í strætó að vera með grímum. Þetta er orðið þannig. Og þess vegna segi ég að sjálfsagt að efla strætó og almenningssamgöngur, en það þarf að hreinsa eftir veturinn. Það þarf að hreinsa nógu snemma og oft til þess að ná þessu ryki upp úr göttunum. Annars er þetta þyrlast upp. Maður sér það núna þegar við erum að byggja blessaðan spítalann niður í bæ og fleiri tonna trukkar að fara fram og tilbaka og spæna upp malbygginu og slíta þessu, sem er nú bara eitt kapitel út af þessu, að þá fer af þessum bílum alls konar aukahlutir eins og bara jarðefni sem þeir eru að flytja. Þannig að ég er að segja að það þarf að þrífa borgina og ég held að maður segja það ekki nógu oft, en gott verkefni þetta er gráu dagur og það er spurning hvort að maður verið gráhærður alveg eftir þann dag. Anna Sigríður, fundargerð strætó, gjörðu svo vel. Já, forseti, ég man ekkert eftir hvaða liðið, þetta er örugglega sami liður og fulltrúar Miðflokksins hérna. Já, ég ætla bara að benda á að sko þegar var að tala um mengun núna í síðustu viku, sko versta mengunin er koldíoxíðmengunin og hún kemur bara frá bílum, hún kemur ekki, sko, hún á uppruna sinni í því og hún er hættuleg og og það er það sem við erum að tala um. Auðvitað mátti að þrífa betur og svona, ég mátti bara þrífa betur líka bara plani hjá mér og svona, skiljiði, það er en það má ekki drepa því máli á dreif, koldíoxíðmenguninni, það bara má ekki og bara áfram almenningssamgöngur, áfram stór eldar almenningssamgöngur og áfram borgarlína. Strætó, vilja menn ræða þá fundargerð með frekar. Fundur frá 11. janúar. Svo virðist ekki vera þá er sú fundargerð lögð fram. Þá skellum við okkur yfir í Hamraborg, þar sem að SSH eins og skammstafi héldu fund fyrir skemmstu. Það var fundur númer 466, samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu. Bara svona upplýsingar þegar þessi mál mitt heyra, þarna sátu 5 bæjarstjórar, 1 borgarstjóri og 1 oddviti og kjós, Karl Kristjánsson. Og þarna satt líka starfsmaður SSH sem var og er fyrrverandi bæjarstjóri og sveitarstjóri í Mosfellsbæ, Páll Guðjónsson. Það var bæjarstjórinn okkar á þessum fundi? Já, sjálfsögðu. Það voru bæjarstjórar frá Hafnarfirði, Garðabæ, Mosfellsbæ og Kópavogi. Þetta er fundargerð frá SSH sem er hér til umræðu. Orðið laust hana. Sveinn Óskar, gjörðu svo vel. Þarna voru 3 mál á dagskrá. Einn liðun nefndist númer 2 og var það húsnæðismál á höfuðborgarsvæðinu. Mér langar kannski að fulltrúi okkar bæjarstjóri sem satt þennan fund segja aðeins betur það hvað hann sér varðandi þessi lóðamál og þessi húsnæðismál öll sömu. Sko. Nú virðist vera svona vatnaskil á markaðnum eitthvað. Það er verið að tala um að í Reykjavík að greiða fyrir auka íbúðum hér og hvar og ég veit ekki hvernig það muni mæta þessu og hversu fljótt það gerist. En bara lóðaframboð, sko, maður veit að bærinn býr ekki yfir mörgum lóðum, þetta er meira í eigu einkaaðila, en
svona útkoman af fundunum varðandi þetta til þess að leysa þennan húsnæðisvanda yngra fólks og fólk sem er að kaupa sína fyrstu íbúð sem að mér finnst svona, mér finnst það að dreigist á lengi en spurning hvort að þessi fundur hafi eitthvað dreigið það betur upp og þá er spurning hvað bæjarstjórinn segir að varðandi þann lið. Haraldur Gissvel. Forseti, það var nú svo sem ekki niðurstaða á þessu máli og þessu fundi en það er svo sem ekki tilefni til að það var fyrst og fremst verið að ræða skýrslu sem er nú orðin opinber frá þessum húsnæðishópi sem að forsætisráðherra skipaði til að svona greina og koma með hugsanlega einhverjar tillögur og lausnir að þessum húsnæðisvanda. Það var verið að fara svona, þegar þessi fundur var haldinn var sú skýrsla ekki komin út. Það var verið að fara svona yfir hugsanlegt innihald hennar og upplýsa þennan hóp, þessa stjórn SSA það. Síðan er það búið að fá ágætis og ítarlega umfjöllun í fjölmiðlum, þar að segja hvað sú skýrsla inniheldur. Hún er nú í mjög mörgum liðum, þar að segja svona tillögur af því og sumar snúa að sveitarfélagunum og sýnist nú sitt hverjum það örugglega til að mynda það að binda það í skipulagslög að ákveðin hluti af úthlutunum sveitarfélaga, lóðum sem sveitarfélagi úthluta og svo framvegis eigi að fara í ákveðna gerðar íbúðum. Einhverjum kann að finnast það að vera íhlutun í skipulagsvald sveitarfélaga. Ég ætla svo sem ekki leggja neitt dóm á það, ég hef þau sjálfum. En það er svona almennt séð þessa vinnu og þessa skýrslu, þá fannst mér nú, hún vera nú svona upp til hópa lausna við og koma með ágætis greiningu á málunum og svona ákveðna leiðir á lausnum sem snéru svona að mjög mörgum þáttum. Ég er ekki með hann hérna fyrir fram að mig og man ekki í smáatriðum nema svona einstaklega atriði í henni. En meðal annars er talað lóðaframboð og landframboð og þar er meðal annars til dæmis bara beinlínis lagt til að ríkið og Reykjavíkurborg hefji samstarf uppbyggingu Keldnalandi sem að mér finnst bara mjög góð hugmynd, eða ekki góð hugmynd, þetta var svo sem búið að vera gömul hugmynd og maður hefur ekki skilið okkur það land er ekki byggt og ég held að það sé líka mikilvægt fyrir okkur Mosfellinga að svona brúar meira bilið milli okkar og höfuðborgarinnar. Gefur líka meiri möguleika á afkasta með einhvernum almenningssamgöngum í sérrými sem að sumir kalla borgarlínu og því að ég held að sé forsenda fyrir því að slíkar samgöngur almenningssamgöngur geti komið hingað í bæinn er að það land ásamt að Blikastaðalandi byggist upp. Þannig að þetta var einhverjum tilgangur Dragstarfsnefndarins að svona fara í gegnum svona þær hugmyndir sem að voru í farvatninu varðandi þessa hjá þessum starfshópi hvort að á þess að það hafi verið borið undir fundinn eða fundurinn ályktað eitthvað þar sérstaklega. En niðurstaðan er núna orðin ljós, þar að segja búið að birta skýrsluna og allir geta að skoða það. Já, vilja menn ræða þessa fundargerð eitthvað frekar. SSH í Hamraborginni 466 númerið á fundurinn, svo virðist ekki vera þá er þessi fundargerð lögð fram og þá er komið að síðustu fundargerð þessa fundar og það er fundargerð á fundi sem var nummer 867 hjá Sambandi Íslenskra Sveitarfélaga. Þessi fundur var haldinn hér í Borgartúninu, bækistöðunum sambandsins, fundarherbergi sem heitir Allsherjarbúð. Og 40 mál á dagskrá og var á vel á 4. klukkustund fundurinn, en orðið er laust. Nú, það virðist enginn vilja ræða eitthvað af þessu 40 málum sem voru tekið til umræðu og þá er umræðan lokið og þessi fundargerð er lögð fram. Og það liggur ekki fleira fyrir þessu fundi ágætu bæjarfulltrúar. Ég þakka kærlega fyrir fundarsettuna og segi fundi slitið.